FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Bless Zero og CBD Reykjavík. FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan föstudagurinn 5. júní í dag og sjómannahelgin framundan og já, þetta aðeins öðruvísi þáttur í dag, skal ég segja ykkur kæru hlustendur. Rikki G heiti ég, oft kallað litli bróðir þáttarins, stíg hérna stundum inn í þegar að skipstjórinn ekki, en það heldur engin steindi og þá myndu einhverjum halda, já þá lítur gilsarinn að vera, en nei, það er í rauninni tómur bátur í dag, en alvöru björgunarbátur hins vegar sem mættur til starfa. Ég fekk það verkefni að velja 2 með mér og ég ákvað að vera eins safe og ég gat orðið. Fekk 2 sem eru vanir að komin, þeirra vantar, Ásgeir Kolbeinsson og Jón Gunnar Gerdal. Takk. Já, þetta ertu? Já, takk, já, tómur bátur, það er rosalegt. Já, það er engin, þetta er held ég í fyrsta skipti í sögunni síðan að ég hef stíðið inn að ég sé hvorki, ég sé ekki með neittnaðum. Já, ég held ég hef alltaf verið með, alltaf Egill oftast. Já, ef við nógu skemmtileg sem sko, ég hugsa að þegar fólk fær þetta, þú byrjar þátt inn þá svona, engin vöndi, sérna einhvern veginn kynnir þetta inn og það bara, engin steindi. Þá 100 bara á bylgjan þetta, þú veist bara. Nei, herru, við erum með rosalega þátt sko, það er FM 95 Blö sko, það eru liðirnir og þú veist, það breytist ekkert. Viltu meina að enginn hefur skiptið yfir á Kristoffer Helgarsson á bylgjunni núna bara? Enga líkur á því. Ræða ESB. Já, ræða ESB og bara útgjöld í einhverjum málaflokki. Ekki séns. Við erum ekki að fara að gera það, drengir. En menn eru hvar? Það er ekki að fara í það. Já, menn eru pingu litlar að koma frá AC. Auðun Blöndal og Steinþór Róar, núna er klukkan akkurat 2 mínútur yfir 12 á hádegi þar. Já. Og þeir eru held ég eigi að fara að tjekka sig út á hótelinu. Já. Ég ætla að tippa á að húfi blöðdettin í dag. Já, þetta er alvöru brekkudagur sko. Þeir eru 100% með leið check-out. Já, alveg það gefið. Það verður farið út á hótelherbygginu svona bara akkurat á mínútunni sem þarf. Og byrjuð þið fóru út á mánudagina ekki? Jú. Já, þeir eru búin að mænuskatta þér í ykkur 4-5 daga í AC. Já, þeir eru ekki Las Vegas sko. Þeir eru ekki Las Vegas. Þeir halda samt alltaf að þeir séu á leiðin til Las Vegas. Já, en svo bara lendur í Atlantic City. Og með við lýsingarnar, ég hef nú ekki farið hérna, með við lýsingarnar að því að þeir eru alltaf að tala þetta niður. Þeir eru búin að tala þetta niður í mörg þetta er síðasta skiptið sem þeir fari. Já, svo fara er alltaf í rauninni til að geta tekið röflu það hvað þetta er glata. Þetta verður að verða með hverju árinu þarna í Atlantic City. Hefur þú farið Kolbani til AC? Þeir reynda að draga mig í fyrra því að þá held ég, ég fekk þetta í afmælisgjöf að fara með þeim. Sérst, ég fekk það í afmælisgjöf. Þú fekkst það í afmælisgjöf? Já. Þannig að það er ekki svo ég hefði þetta að borga, ég fekk þetta í afmælisgjöf, ég fór ekki. Já, það segir allt. Og það var henni bara, ég tók svona alveg one-on-one chat við Gilsaran og ég sagði bara, er ég að fara? Já, hann hefur farið. Og þá sann, ég er ekki að fara. Ok, á ég að fara? Já, sko, þetta er ekki skemmtileg ferð. Nei, og séðan tókum við þetta bara svona stíg frá stígi sem endaði með því bara, nei, heyrði, ég er ekki að fara. Sko, líka til þess að segja frá því að ég held að Gilsarinn sem átti afmæli núna á dögunum í mæ hafi átt að fá þetta í afmæliskjöf en sagt takk nei takk og hann kaus frekar að fara á Seyðisfjörði í brúðkaup. Já, hann er á Seyðisfjörði í brúðkaup sem er áhugavert. Já, fallegur staður. Gullfallegur staður, dásanlegur. Þið tækið Seyðisfjörðin frekar en AC eða? Ég tækið Seyðisfjörð alltaf frekar en AC. Bara alla daga sko. Sitja á Seyðisfjörði að tuða. Já, ég meina Egill, ég veist, Ísei vinnu minn er bara búin að vera sín í hádeginu að hella í sig. Já. Þú veist, senda þetta alls konar eitthvað grín á okkur sem eru áhugavert að takast á við þetta. Sko, þetta er eins og fara í bíó með enga væntingar. Ég held að þetta sko, við færum til AC. Það er kannski ágætt fyrir okkur. Þú veist, þetta er svona fyrst skiptið, það er búin að tala þetta svo svakalega niður. Já. Sko fyrir mér er þetta svona eins og í einhverju apocalypse-mynd. Já, maður sér það fyrir sér sko. Þú svona sér myndir af því hvernig það var þegar bara svona fyrir svona 50 árum síðan. Já. Bara svona geggjað einhvern veginn á bannárunum og eitthvað svona. Ég man eftir sko, hafið þið séð þættina Boardwalk Empire. Já, Steve Buscemi. Já, þá var AC the shit, en það var 1929 sko. Já, það eru 100 ár síðan sko. Þetta er bara svona, hörðu, þú veist, ég pantaði Las Vegas en fekk AC, svona Temu útgáfan af AC. Nei, af Vegas, sko. Þetta er bara ekki gott, sko. Farðu bara til Vegas, ég langar að fara í spilið og hafa gaman. Já, takið það bara, af hverju ekki. Ég fór til Vegas ykkur 25 ára síðan, tvisa farið, ógeðslega gaman. Já, það er alvöru partí. Þú veist, eina sem ég hef heyrt að, þú veist, þú getur spilað í AC en það er ekkert basically annað. Hefur þú farið til Vegas eða?
Nei, ég á það eftir. Þú verður að gera það sko. Það er bucket listinn sko. Vegas alvöru veisla og ég fór það fyrir 25 ára sko. Rosalega fara í eitthvað, þú veist, fara á Bellagio og bara mæta með $100 sel 23, takk. Já, einmitt. Það er bara svo gaman og fyrir þá sem eitthvað að spila svona sko, þetta er skemmtilegt. Þú mátt gefa dílernum tips til dæmis. Ef þú gerir það í Evrópu einhvers staðar, þá ertu bara sko lamin utanundir og hent út. Það er að múta hérna dílernum. Hann er slagur sko. Hann er bara slagur, þetta er bara gengur út á Vegas er bara Disneylandur fullan. Það er svona leys. Hafið þið báðið farið til Vegas? Já, ég er búin að fara svona, ég veit ekki, 6-7 sinni til Vegas. Já, ég tók þetta 2 svar. Það var okkur tölvuleikjar ástöðu með Óla Jó. Ég, Óli Jó, Sverrir Bergmann og okkur 2 BT-vinnur okkar hérna. Það var ekkert eðlilega gaman sko. Þetta er ekkert eðlilega gaman sko. Fyrir utan spilavitin í Vegas, hvað er svona, hvað er meira hægt að gera þarna? Bara, hvað viltu gera hana? Já, bara og jammið og barirnir og veitingastæðirnir og þetta er bara Geggjaði golfvellir. Já, ok. Geggjaði golfvellir og getur farið á sko, bara eins og í golf, getur farið í shooting range, getur farið í þýrskap. Ég fór að skauta okkur vélbyssu, það var geðvögt. Bara, þú veist. Þetta er basically bara annar land. Já, það er bara allt. Já. Þetta er bara eins og þetta er rauninni bara eins og stimplirinn í nú ætla ég að hafa gaman. Skiptir ekki máli hvort það er mánudagur eða föstudagur sko. Og bara hvað viltu gera? Og bara höfum gaman. Svo þetta er endalausar hérna skemmtanir, tónleikar, þú veist, bara stærstu töfrasjó í heimi, Celine Dion alltaf var hérna, skilur sín sjó og þú veist, þú veist með, það er bara Calvin Harris að spila hérna á einhverjum klub. Það er ekki hægt að láta sér leiðast í Vegas. Er eitthvað sjó í Atlantic City svona hjá tónlistamennina? Ekki séns. Bara, ég held að, þú veist, AC er þar, hérna borgin, það sem að skemmtur fyrir að deyja. Það er bara, þú veist. Og okkar menn að koma heim þaðan í dag, pingulitlis. Já. Það var eiginlega gaman að bara mæta út í Keflavík og taka móti. Í fyrramálið, bara vakna í fyrramálið og sjá þegar komum út úr vélinni. Það er eiginlega þess virði. Já, það er þess virði. Og gott ef Auðun Blöndal ekki fara á fótboltamót og Selfossi með Junior á morgun sko. Hann í sama prógrami ég, við erum í gamla grislinga sko. Já, og það er rigning eða ekki? Jú, það er bara rigning og ég vona að blöð koma á hliðilinn. Það verður alveg veistla að sjá það sko. Ég er ekki mikið fyrir að gamla á svona spilavíti, en ég er mikið fyrir svona íþrótta, svona stöðla. Ég ætla að tippa á stöðlinn og Auðun Blöndal mæti á Selfoss á morgun, séu svona 20. Já, hann kannski kemur á sunnundaginn. Já, ég gef hann það sko. Færa að hvíla sig á morgun. Færa að hvíla sig á morgun. Annars er, eins og áður sagði, 5. júní, sjómannahelgin. Ætlaði eitthvað að gera sjómannahelgin drýr? Eina program hjá mér er bara, fótboltamót Selfossi með litla pjakk sko. Ég veist ekki eins og það væri sjómannahelgin, þannig að hann er alltaf gaman. Hefur þú farið á sjó, Ásgeir? Nei, ég er á hvaða sjó ætti Ásgeir Kolbeinsson? Nei, ég er bara að segja bara einhvern sjó. Ég, sko. Já, ég er að tala um það, fyrir utan Herjólf. Hefur ekkert mann bara Já, ég er bara Snekkjur og Herjólf. Það er eina sem ég hef Snekkjur og Herjólf. Þú spyrir hvort hann er fara á sjó. Snekkjur og Herjólf. Sko málið er það, ég er ennþá þar að sko, ég er bara viðbjóðslega sjóveikur. Það er rosalega lítið gagn í mér, þannig að bara einhvern veginn að testa hvernig klósetti myndi taka við allir þessar eilu sko. Það verður svona einhvern veginn. Ég held að ég væri gagslaus sumuleiðis. Algjörlega ónýtjungur þegar kemur einhverjum svona sjódóti sko. Þið eru orðin frekar svona, þú veist, lítið báðið mjög vel út, en þeir eru báðið komnir svolítið á aldur. Þegar þið voruð að fara á þjóðháttíðin í gamla dag. Komnir svolítið á aldur. Já, ok. Báðir á 60 aldri. Klukkan er 8 mínútur yfir 4 og þetta byrjað. Já, en hérna þið voru alltaf að sigla þá bara frá Þorlákshöfn fram og tilbaka sko. Já, mér er ennþá minnist að ég var að fara á einhvað fótboltamót í Eyjum, einhvað pólamót fyrir 100 ára síðan. Og það, ég var á þilfarinn allan tíman að æla. Ég man ekki hvað við vorum lengi á leiðinni. En það var einhver heil ósköp. Það var ekkert Landeyjahöfn og skottast yfir á hálftíma. Æ, sko, ég flög alltaf þessum tíma sko. Það var hérna ég var ekki að fljúga sko. Nei, ég var ekki frá Þorlákshöfn. Það var bara, ég held ég hef aldrei farið frá Þorlákshöfn. Ég veit ekki það er alveg þrótt. Hvað flugstu þá bara frá Bakka eða bara Reykjavík? Nei, bara Reykjavík, bara út á flugvöll og í flugvél og... Ég tók eina þjóti sem ég ætlaði ekki á, ég held að það verið 97. Þá var ég með útsending á FM. Vá, það er næstu 30 ár síðan. Það er bara eitt besta þjóðtjálag sögunar kom út þar. Ég er á laugardeginum í útsendingu og við var búin að ákveða að fara ekki. Og svo alltaf bara var endalaustur að ringja inn frá Vestmannaeyjum. Stemmingin, maður var að ærast og fullt af fjölum, hörðu. Ég bara kláraði útsendinguna, gunnaði bílinn á Bakka, náði síðustu véli yfir mættur. Let's go. Geðveik þjóðtíð. Nei, það var vantilega ekki þín fyrsta, eða? Nei, ég fór 94, 5 og 7. Takk fyrir. Í hvað tíma vil eftir að fara eiginlega? 94, 5 og 7 á þjóðtíð. Það var alltaf bara, var ekkert eins og núna. Það var bara kannski 2 bönd sem að headlinuðu, bara Skíma og Sálin og svona sko. En svo fór ég ekki einhver 11-12 ár, en svo tók ég bara einast í einhver 10 röð eða eitthvað. Hver er þín fyrsta þjóðtíð, Kolb? Já, það er 98.
Þú fer ekki fyrir 98 í fyrst skipti? Þú verður að segja. Já, ég held þetta væri bara einhver viðbjóður sko. Ég held þetta væri bara eitthvað að vera í tjaldi, skítkaldur, blöytur, ógislegur, eitthvað svona skilur. Ég hef ekki eina nótt í tjaldi á þjóti í Vestmanni. En maður 98 þá stofnaði útastöðuna Mono. Já. Og hún var í samkeppni við FM á þessum tíma. Og einn af þeim sem vann á Mono á þessum tíma Ingo heitinn, vinnur okkar. Já. Stórkostlegur maður, hann sem er frá Vestmannum og býður okkur að bara vera hjá sér og gista hjá sér og Mono fer hérna og þá upplýði ég bara strax, svona að vera í heimahúsi sem bara klæður þig, fernir í dal Já, kemst í sturt og svona kemst í sturtu daginn eftir og ég hugsa bara, vá, þetta er rosalegt og síðan þá er ég búin að sleppa að fara held ég tvisvar á þjóti Ég 1998 Takk Ég ætlaði að vera í tjaldi sko 94 þá er ég búin að vera í ár skiptinum í Ameríku kem heim, félagarnir og litlaði sýstir heitin þau sponsuðu mig til Vestmannaeyja þá ætluðu að vera í tjaldi nema það bara byrjaði að rigna fyrir utan húkaraballi á 50-skvöldinu og það hætti að rigna á mánudagsmóðunum það bara dalinn ringdi bara niður þannig við endum í einhverjum bílskúr á einhverjum dýnum Hvernig var þetta sér? 1994 Já, þú sér það, þetta gerist greinilega á þessu 30 ára fresti sko, því að alltaf í fyrra var hörmung þá hef mér held ég að hætta að rigna þarna Já, það ringdi bara allan tíma Já, samt er alltaf gaman á þjóð Ég verði í öllum mögulegum veðrum Ég náttúrulega kynnist þjóðatíð bara ég var blektur fyrsta þjóðatíð minni 2003 heitasta þjóðatíð það var það sem voru bara 22-24 gráður alla helgina 2003 Ég held að dagdrykki í Vestmannaeyjum í góðu veðri Ég held að það toppi það eiginlega bara ekkert Nei, bara ekkert Ég var í tjaldi, það var og heitt að loka tjaldinu Já, akkurat Þú veist, maður vaknaði á morgnana, maður var bara í svitabæði Já Og ég held bara að ég var að fara að fá þetta það væri bara alltaf svona Svo mætti ég 2004, þá var dalurinn teppalaður og opnaði en íþróttahús Ég held að þetta veri 2001, 2002 og 2003 sem voru svona 3 ári röðu sem var alveg sturlað sko. Ég gleymi þess aldrei, maður fór ekki úr stupu sem að ból bara alla helgina Ekki að vera í 15-20 gráðum og sól sko. Á ekki þjóti þetta skilið í ár Jó, það lítur að vera Klárlega sko. Flott line-up, gott lag Þannig að svo alltaf er þjóti bara staðisleg Hún er alltaf geggjuð það er bara sliðis Það er bara þannig sko Þannig að svo margt við hana líka Drengi, hvað er að frétta ykkur? Hvað er að frétta Kolbarn? Hvað er það að gera þess að dana? Já, ég er bara alltaf, bara frábær Og stöndi bóka námskeið ekki? Jú, ég fyrir mig ekkert í það hér sko Nei Bara svona námskeið helgina og þú ert á fótboltamót Þannig að það er bara nóg að gera Alls konar Herðu, drengir, það er mikill þáttur í dag Sko, þó við séum minna 3 Þið hafið hugsað þegar ég senda okkur í gerð Þið voru mjög fljótir að segja klárir Af því að þið sáu að Gilsarinn var ekki Unguna sagði á 3 sekúndur ég sendi skilabóðin klár Svo kom Kolbarinn 6 sekúndur setna klár Við svörum kallinu Já, ég gerði það Þið lostið samt ekki við Gilsarinn Því að Ég var að vonast til þess að vera lausi við próteintrúðina Því að hann er á Seyðisfirði mökkaður Hvað með losnum ekki við hann? Það er spurningakeppni í dag Sem ég tek það fram Ég les en þetta er spurningakeppni smíðuð af honum frá A til Ö Já, sko smíðuð af honum Já, ég er ekki neitt Ég er bara, þú veist, þetta er bara eins og ég var ráðun á Storytel bara að lesa sögu hjá það er bara bíl sem keirir á og það er bara, ég meina, bílinn gerir þetta ekki ég Herði, hann er búin að vera hann er fyrir austan núna, sko, hann er á Seyðisfirði búin að vera hell í sig síðan í hádeginu sko, öskrandi á hlátri þannig að ég get ekki beðið eftir að fá Viljið þið vita hvað konseptið er af spurningakeppnin í dag? Já, hvað er með Það er ekki King of the Sea sem hann hefði 100% verið með það því að sjómannadagur King of the Sea væri rosalegt Nei, ég spurði hann úti og hann sagði, nei, ekki fyrir þessa 2 Spurningkeppnin í dag er King of Being Horny Vittu hvað Ég alveg tala þarna sko, nennur að taka Þetta er náttúrulega bara ofvaxið smápa Þetta er rosa, sko, nú er hann örgulega hlusta og skelli hlæra sjálfum sér sko Hún finnst hann svo fyndin, hann er alltaf eins og okkur sko, híinu her King of Being Horny Ég skal alveg taka undir Þetta er alveg semi-ógislegt sko Þetta er alltaf ógislegt Getur ekki bara aðeins skýra niður Sko málið það ég verður bara King of gaman, King of helgin Já, ég veit það, en málið það ég bara er verktakatrúðurinn í dag og ég þarf bara að gera sem mér er sagt að gera Já Gilsarinn ræður yfir mér og hann sagði, þú ert með þessa spurningakeppni og við mætum af því bara Ég ætla eins og að henda ykkur í þekkið ekki Gilsarinn átti flestar spurningar en ég kem með eina
Já, og það er eðlilegasta spurningin. Samt er Richard oft alveg fárveikur í þessu spurningum Já, sko. En að því að Gilsarinn er svona með nokkara skemmtilegar þá kann ég að koma með eina svona alveg bara vel eðlilega að við verðum ekki að óttast það. Einhvað til að hlaka til. Við verðum með slúðrið á sínum stað. Það er svo sem ekki mikið að gerast þar. Það gæti fengið fallengun fyrir hennar slúðupakka í dag. Já, ég sjá hann til. Við ætlum að reyna að fara í sturlaðar og það er eitt hrossaskítur sem þið erum að pikka upp. What's the horse shit? Horse manure. Ég ætla mögulega líka að henda ykkur í hvort myndur frekar semi-hardcore. Semi-hardcore? Annar liður til að hræðast. Já, svona, þú veist. Ég er samt búin að komast að einu bara svona fyrir okkur hérna, sem gesti að þeim er meira svona tölum á milli liða eitthvað allt annað en liðirnir eru. Já, þá losnum við vesenið. Já, þá endar þetta ofta á við náum ekki þessu sem er mjög gott fyrir okkur. Já. Ég held að hlustendur FM 95 Blöð sé bara orðnið það skólaðri. Ég held að það sjokkir ekkert fólk lengur út í bílum eða hlusta á sama grínir 10-12 ár, 14 ár, 15 ár sko, þú veist. Já. Og bara þeir þekki þetta. Já. Það er eitthvað sem að menn bara þekki og elska. Annars eru uppgjör vikunar á bylgjunni núna milli 5 og 6. Já, og svo náttúrulega má ekki glema símatímanum alltaf 16.50. Já, sjálfsögðu. Það má ekki glema því. Erum við eitthvað planað í sumadryggir? Svona eitthvað skemmtilegt? Já, ég meina aftur bara fótboltamót N1 mótið með minn 11 ára sko. Já. Það er hérna og svo bara tökum við Akureyri og eitthvað þar í kring Sigl og... Er það útilegast eða? Nei. Allt og lítið sko, það er ekkert eðlilega gaman. Djöfull er það gaman. Ég byrjaði á þessu fyrir 3 árum. Þetta er snill. Og hvað ertu bara með fellísi? Nei, ég byrjaði með fellísi. Ég keypti bara eitthvað mjög gamalt og nota fellísi. Mér langar bara að sjá hvernig ég fílaði þetta. Þetta er bara, þú ert náttúrulega Númer 1, 2 og 3 vorst að velja að það var gott viður. Já, þú eldi veðrið. Þetta er ekkert eðlilega næs. Já, ég hef gert þetta nokkur sem þetta er svo rétt. Þetta er síðan á kvöldin situr fyrir utan eitthvað og stingur í garðstólum bara að spjalla, eitthvað að spila eitthvað tónlist og eitthvað og þetta er bara ekkert eðlilega gaman sko. Ég tek alltaf bara tíðir gestir á Akureyri, tengdafólki mitt er þar. Þannig ég er alltaf bara í ykkur 5 stjörnu hótel tengd og gistingu og svo notuðu bara svona Akureyri sem base og tökum við út allt eitthvað. Reyndar er Egill það bil að vera búin að eyðileggja útilegur fyrir The Richards að því að hann segir alltaf við sem svo hátt á öllum tjaldsvæðum í hjólísinu. Í hjólísinu? Já. Það er meina inn í því. Sérst og eftir ekki með börnin eða? Jú, að sjálfsögðu. Það er ekkert að gerast í hjólísunum okkar. Heldur að allir sé ekki saman það? Nei, hvað er það svona hátt í hjólísinu? Hann eyðilegði til að mynda einu jól fyrir konunum minni. Af hverju eyðilegði þau? Var það hérna Asíski tóttkóin. Takk. Þú ekki skreiti bara eftir vestum. Já, ég veit það. Og konan bara besta sem hún bara veit, það eru rauðar serjur, bara rauðlitur. Svo mynd reyndar var svona, ég verða að taka undir það. Þetta var ekki alveg eins og jólamynd bara. Þetta var ekki svo. Já, en hérna hún reif þær niður og við höfum aldrei notað rauðar serjur eftir þetta. Já. Hún bara bannaði. Asíski tóttkóin og svo næst ég búið að eyðileggja Richard á tjaldsvæðinu landsins. Hann er að reyna það. Og mun ekki þreytast í því verkefni. Heldur betur ekki. Herru, við erum eins og áður sagði, við verum í góðum gýr hér til klukkan 6 í dag. Ég ætla að lega, þú er 74 model. 74. Og Kolbari? 75. 75. Þú ert eldri. Hvaða lagi á ég að byrja á í dag? Hvað kerir föstudaginn í gang þessa sjómannahelgina? Vá. Það leifar að velja. Ég má velja lag. Já, þetta var Hvað er á hendi? Heyri höfri, það er ekki bara eitthvað veit ekki, þetta er ekki með eitthvað stuð þó að sé sjómannahelgi. Ekki eitthvað nýtt eitthvað? Ekki bara hendi þjóðatíðlega eða? Ekki bara. Við vorum að tala um þjóðatíð. Þú búin að fara 200 sinnum. Já. Flugeldar, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, takk kærlega fyrir það. Slúðrið hér eftir smástund. Við erum hérna til 6. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er bara þannig þjóðtjalagið í ár, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Flugeldar, ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og það kom að slúðrið drengir. Er þið duglegir að fylgjast með það sem er að gerast í Hollywood? Nei, já, svona alveg svona bíótengt sko. Ég kannski minna í einhverju svona Kardashians slúðri sko. Já, eða Patrick Schwarzenegger eða
Ég elskar conspiracy, gott conspiracy. Það mikið conspiracy frá Hollywood núna þessa dagana. Já. Sem hefur að lesa yfir bæði á Hollywood-stjórnum og Hollywood yfir höfuð, sko. Út af hverju? Já, bara hvað þeir að gera, skilur, og hvað þeir að hafa svona neikvæð áhrif og alls konar og hitt og þetta. Þeir eru bara að kynna Það sem ég finnst skemmtilegast að núna við Hollywood, það er bara þetta sem að gerast í bíó í Bandaríkjunum. Með Backrooms og Obsession og svo er Hollywood oft svo skamsýn og oft svona einföld eitthvað, þá held ég, maður gefur sér öll stúdjón sér núna að fara að finna ykkur 16-17 ára youtuber og herri, strákar, stelpur, ég næði að gera bíó og meina fólk bara kveiki á því, þetta er bara frumlegar hugmyndir, góða konsept. Ég verð að segja ykkur söguna bara hvað maður átt að segja bara hvað völd samfélagsmiðla eins og TikTok eru mikill. Ég var að keppa núna á miðvikudaginn. Það var í þjálfæri, það var góðgerðarleikur UNICEF. Góðgerðarleikurinn heitir þetta. Það voru strákar í Langó í 10. bekk sem átt að gera verkefni og þeir ákveða að búið til góðgerðarleik. Og þeir settu á laginnar stjörnuli UNICEF og í þessu stjörnuli var Egill Plóter, Kristoffer Eikoks, Jónas Haugur leikari, Willi Netto. Síðan eru menn þarna eins og Ólafur Jóhann, Andri Björs og svona TikTokarar. Enduro TikTokari, Stjáni 69 eitthvað svoleiðis. TikTokari. Herðu, þeir seldu 600 miða. Það voru 600 manns að horfa á hana leik. Bara, þú var að spila þér og á Gerðargarðsvellinum í Laugardal. Ég var að þjálfa liðið og eitthvað svona. Eftir leik þá voru allir að koma inn á svona krakkar svona. Ég var bara svona býð eftir að það væri verið að fara að taka Villa Netto og mig og eitthvað svona, fá myndir og eitthvað svona. Fór allir á YouTube-una. Nei, á TikTok-una. Ólafur Jóhann hafa bara náttúrulega Riot að fá mynda af sér með honum. Þessi Enduro sem ég hafði aldrei séð á ævinni. Það var bara það voru raðir. Þarna sá ég old piece of shit sem orðin mér. Og bara TikTokarnir er það sem þetta er. Þetta er bara Þetta er ótrúlegt sko. Herru, fyrsti mólinn í slúrin í dag. Það er leikstjóri sem heitir Adam Markus. Vitið þið hvað það er eða? Adam Markus? Nei. Hann leikstýri meðal annars mynd sem heitir Conspiracy. Leikstýrin árið 2008. Hann var í viðtali í hlaðvarpi og hann fór ansi ófögrum orðum Val Kilmer heitin. Og ástæðan fyrir hann að fá þetta heit er hvað hann var óvæginn við hann og hann er látin. Nýlátin. Nýlátin og hann getur ekki varið sig. Hann kallaði sagði Val Kilmer væri versta manneskja sem hann hefði kynst á æfinni. Kallaði hann fíbl og eitthvað svona og hann sér ekki eftir neinu varandi summali og það er allt trillt á samfélagsmiðlum að segja svona. Val Kilmer getur ekki varið sig. Illa farið með Kilmerinn sko. Hvað, og byrju af hverju, hvað sagði hann, var alltaf að segja hann var svona erfiður á setti og þessi ummæli er náttúrulega ekki alveg úr lausu lofti gripin því að sko Kilmer var með rosalega svona vont orðspor á sér á tökustæð stjörnustæla Joel Schumacher, leikstjórnum í Batman Forever, hann var hann Batman sagði bara, ég mun aldrei vinna með svona gæjar. Kilmer var Batman, ég bara glemði pældi því, á Batman sko. Hann dýrlingurinn líka var í Heat fullt af góða myndum, Kilmerinn. Já, ég menna bara flottur, geggjaður. Frábærleikari. En það ég menna það eru, þú veist, mjög margir leikarar sem hafa fengið þetta á sig, þessi erfitt að vinna með þeim. Það er svona prímadónu stæla eitthvað sko. Er ekki Tom Cruise alltaf með þetta á sér? Ég held að hann alltaf sé bara guðver rugglaður sko. Byrjum bara því sko. Gæjar sem að standa á flugvélum bara. Já, pældi hvað maður er átofitt. Ég var bara að heyra það bara fyrir stutt og hann leikur áættu atriðin sem sjálfur. Hann flýgur orustu þóttunum sjálfur. Takk fyrir. En ég menna þetta er svona Christian Bale, ég menna hann fekk þetta á sig. En það var bara vegna þess að hann setur sér svo inn í hlutverkið, hann vill ekki tröflun. Þannig að þegar kemur einhver viltu fá þetta bara. Það er svona method-dækt, hann alltaf í karakter. Og þá bara vel þreytt sko. Já, það er vel þreytt sko. En Tom Cruise sko, síðan er það, þú veist, mér finnst Tom Cruise vera svona þetta element sem að eiginlega enginn veit því nú þekki leikstjóra vinnur okkur hann Samuel Bjarki vel tengdur inn í bransa og þegar Tom Cruise hefur verið á Íslandi kom taka upp mynd á sín tíma og svona bara fer ekkert eðlilega gott orð á hann bara ekkert eðlilega þægilegur næsgaur þegar allir á tökustað bara well done everybody og bara svona heldur utan hópin og high five og eitthvað ekki þetta mikið til komið hann tók eitthvað kast þegar var COVID
á öskaranleikulið, það var bara því að vera að brjóta einhverja reglur. Já. Og bara við berum skildu, við erum að reyna að gefa fólki í faraldrinum myndir. Já. Hann öskra á starfsliðið Það er ekkert eðlilega, sko, akkurat og fullkomna sinni gæi, sko. En mér finnst þetta svo áhugavert að því að sko er hann svona, þessi ákvæða séðanum, eða er hann hins eginn, sko, þú veist, hvað liggur þetta? Og það er einhvern veginn, það er rosalega prívat gæir hann eða pælið í. Já, þú veist ekkert mikið hann. Svo er erfitt að taka hann alvarlega, sko, hann er í þessari vísindakirkju, sko. Já. Hérna, sá hann daginn, Nicole Kidman, hún var mæðradagurinn. Hún setti bara börnin sín sem hún átti með Keith Urban. Já, ekki börnin með Tom Cruise. Ekki með Tom Cruise, hún er ekki að tala við þau. Því að þau eru náttúrulega föst í kirkjunni. Þau eru bara ykkur vísindakirkju fangilsi. Gengur illa, ég er með pending alltaf. Ég er búin að vera pending núna í 20 ár í vísindakirkjuna. Gengur illa. Þetta er hann að komast inn í hana. Ég ætla að vona að halda áfram að gangi í þetta, sko. Það er ekki eitthvað geimverur að fara að sækja þig, sko. Þetta vísindakirkju dótir náttúrulega alveg menn er út á túni, sko. En Tom Cruise er snillingur samt í því að búa til bíó, framleiða bíó og annað, hann er náttúrulega rosalugur, sko. Já, bara visionary og hérna gaman að sjá viðtölu við þar sem hann talar þú veist, bara hefur alltaf verið svona, bara já, og ég vil bara gera hlutina 110%. Hafið þið séð, sko, því að halda margir á Tom Cruise eitthvað svona, veist, en hann er fluggáður. Hafið þið, sko, eða skrifið á YouTube bara Tom Cruise roasts hosts í viðtölum. Þegar að vera að koma ykkur á hann og hvernig hann svarar, hann lætur alltaf hostana vera bara orðlösa. Já. Bara hvernig gæinn geggjar. Og mér finnst það geggjar og síðan hvað hann getur verið bara, ég menna það sýndi á sér aðra hliðan í Tropic Thunder sem er einu uppáhalds Tom Cruise karakterinn, sko. Það er sturlaður karakter. Framleiðandan, byrja að dansa hann í lokin alveg rugglaður. Því að málið það, hann var ekkit skrifaður eitthvað í þessa mynd þannig, en þessi karakter í myndinni og hvort hann þessi karakter dansaði ekki svo með J-Lo eða einhverju okkur í velunhátíð. Jú, og hann bara neldi það, sko. Hann var rosalegt atrið og það var ekki 2-3 mínútur, þetta var sko 8 mínúna, þetta er bara á YouTube. Hann er J-Lo og Tom Cruise. Herru, næsti móli, Jimmy Kimmel, hann var núna að gefa það sterklega skinn að dagar hans sem stjórnaða hins vinsæla spjalláttar Jimmy Kimmel Live séu búnir. Já. Hann var heldur lengi. Já, hann var semst í viðtali við Vulture og sagði hann var að ræða svona framtíð sinni í IBC og stöðu spjallháttagenans í dag. Hann tjáði sig einmitt áhrif þess að The Late Show með Stephen Colbert hafi verið lagður niður. Já. Menn er svona Trump boxpúðar. Já. Sem verður örugglega helviti þreytt. Já, og með forseta Bandaríkjanna á bakinu. En svo hugsa maður, eru svona bara spjallþættir, þetta bara svolítið úr sér gengið eða, veist ég? Veist. Já, við getum ekki sagt mikið, sko. Það er bara Gísli Marteinn og 70 manns að horfa yfir allan veturinn á föstum, sko. Þannig að þetta verðist einhvern veginn þörf fólks fyrir þetta bæði hér og annar stað. Þannig að þetta sé samt eins og Rikki var að tala áðan, sko, með fótboltaleikin, sko. Þetta ég með þeir sem eru að horfa á Gísla Marteinn og RÚV, það er ekki 15 til 30, ég ger ekki reyn, en þetta er bara það fólk ekki að horfa á línulega dagskrá, sko. 0, sko. Þannig að veit ekki hver Gísli Marteinn er, sko. Meinar bara markkópurinn sé bara farið við brúnuna? Já, ég held það sé bara, þetta er að breytast og ég menna þú far bara grín í dag og fullt af sketsum og dótum þú segir bara hvað. Þú varst að tala TikTok á hann. Þú veist, það er náttúrulega bara fólk að sækja svo sem allt þetta, bara entertainment, tónlist minna 90s, 80s lög að ná afturinn á vinsaldalista því að þau gera eitthvað á TikTok, sko. Já, pældi því. Bara Google Dolls og Iris, bara besta dæmið. Já, Michael Jackson núna alltaf þvílíkt að skæra okkar, sko. Já, ekkert eðlilega, sko. Sem er mjög áhörðum því maður fór á myndina. Hún er komin í næst í $1 miljard á heimsvísu. Heldur betur slag, komin í 900 miljónir næst í box office, sem er rosalegt. Það er rosalegt. Og svo var Netflix að droppa náttúrulega núna heimildamyndin dómsmáli hérna 2000 og eitthvað. Ég er ekki búin að sjá Jackson myndin en það er ykkur að gaggrina, þú veist, það er ekki farið í sauman á þessu vafasama sko. Nei, það er klippað út, sko. Þetta var mjög leiðilegt í rauninni, út af dómsátt sem hann horfið á heimildamyndin á Netflix, ég mæli mikið með, maður var eiginlega búin að gleyma þessu. Myndin frábær fyrir það sem hann á að vera og bara tónlistin alltaf bara geggjuð, en heimildamyndin er mjög áhugavert. Maður búin að gleyma svo mikið, þetta er 20 pluss á síðan þetta gerðist, sko, allt saman, það sem hann var dregin fyrir dóm, sko. Það sem ég fannst skemmtilegast við myndina er það, mér finnst þetta renna svolítið stóðum undirinn, það sem ég alltaf er að tala af hverju er hann svona mikill krakki og af hverju er hann svona mikill barn og það er sýnt rosalega mikið í myndinni og ég vil trúa því að það sé rétt. Hann bara, ólst upp sem krakki og fekk aldrei að vera annað en krakki og svo er alls konar í heimildamyndinni sem að kemur fram sem er mjög svona dubious. Bara disturbing, bara mjög virkilega. Þannig að ég mæli með því. Sáðu atriði með það var að tala um þetta og
hvað heitir grínistinn hérna Dave Chappelle en var að tala Macular Culking. Já, einmitt. Það er svona eitthvað sennilegt að grófast það sem ég sé í uppistandi sko. Já, það er rosalegt sko. Og líka bara talandi minna Netflix og uppistand og annað, þið búin að horfa á Kevin Hart og róstið það? Shit. Ég bara gubbaði næst í hlátur sko. Hrikalega Tom Brady var gott en þetta var okkur allt öðru. Ég hef ekkert verið að skafa af því sko. Og þetta er fólk að borga inn á, fólk vil þetta bara orðið í dag. Mjög gaman að þessu. Hefur eitthvað verið róst hérna heima? Þetta er nú komið svakalega svona uppistandsstemming. Ég verið til að sjá Auta sitja og grínbransinn, þessi Auta og Steindi til dæmis sem bara blöm, trúðarnir þrír, trúðarlistin myndi bara sitja, svo væri bara Djena, Gauti, Jón Jónsson, Björn Bragi og allir fengju bara að grilla þá, bara Snjólaug, Birnarún. Það væri bara veistla held ég sko. Þetta er alveg bara markaði fyrir þetta 100% ég bara, Björn Bragi vinnur okkar er að hlusta Þetta er business hugmynd. Já, bara hver var ekki til að borga sér nú FN95 blöðróstið 100%. Þetta var slúðupakki dagsins eftir smá stund. Þekkið það ekki, eru þið ekki að keppa í fyrsta skipti bara í svona? Ég heldum einu sinni tekið þetta. Það er nú heldur oft verið gestir sko, kannski ekki oft saman. Já, við vorum mjög lélegir manni þá í þessu þannig að það var einhvern veginn eins og við erum að þekkjast hrikalega lengi og áttum að vita rauninni bara basically allt hvern annan. Bara þekkjast í ykkur 30 plus ár. Vissum ekki neitt. En ég tek það fram af 3 af þessum 4 spurningum á Egill Einarsson. Frábært. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum hér drengirnir, forfalla drengirnir, Rikki G, Ásgeir Kolbeins og Jón Gunnar Geirdal. Já, ég var að fá einmitt skilabóð frá Ævar Gudmundsson. Já. Bara, þú veist, ánægði með þess að hvað svaka seleb blöðþáttur er þetta í dag. Já. Ég var að tellja þetta. Þetta eru samtals 52 ára útvarpsreynsla sem hér er í dag. Já, nákvæmlega. Það er rosalegt. Færi það ekkert sko? Nei. En það eru sumi liðir þó þeir séu ekki. Þekkið það ekki og þetta er bara mjög einfalt. Ég spyr ykkur spurninga, sendið svarin náttúrulega bara sjálf ykkur og svo hinn er hann að giska og þeir er hann að safna stigum. Ég ætla bara að byrja að bjóða ykkur hvor eitthvað vill fara á prentaran eða fara hjá prentaranum. Ég tek það. Já, Tatman byrjar utan dyra. Þá setjum við að sjálfsögðu lagið sem þarf að vera. Já, ok. Af hverju var þetta lag valið svona? Veit það ekki, þetta bara verið eitthvað hjá blöð sko. Frábært lag sko. Blöð er oft helviti naskur þegar það kemur á svona. Já. Þetta er líka svona cozy og... Þetta er cozy, við kynna það sko. En, já. Hvernig liður Kolbari? Bara pínu svona, fór upp 10 slög núna. Það er... Nei, sko, Gilsarinn var bara nokkuð sængjarn hérna. Já, það? Já. Ég á eina spurningu. Ok. Byrjum bara á minni spurningu. Já. Hvaða erlenda seleb þolir ekki, ég vil ekki segja hata er leiðilt orð, en hvaða svona erlenda seleb bara þolir ekki? Bara svona meikar ekki. Sko, þetta er erfið spurning og eins og segir ég, mér er illa við að nota svona einhver orð svona þóleiki og hati ekki. Já, sko, þóleiki er tölvöld skárinn hata. Já. Ekki hata, við hötum engan. Nei. En bara svona, mislíkar bara fyrir töðnar á þeir, bara óttöður. Sko, fyrsta sem kemur upp í hugan er eiginlega, sko, Billie Eilish. Já, why? Einfallega vegna þess, sko, hún fyrir svolítið í töðnar á mig, sko, því að hún er svona... Hún er alltaf að tala svona einhvern veginn þvert á það sem hún er að gera. Hún er successful tónlistarmaður og síðan talar hún einhvern veginn að fólk eigi ekki neitt og samt gerir hún ekkert í því og hún er mikið að kritisera einhvern veginn. Ok, þetta hefur fyrir fram mér. Já, hún talaði daginn einhvern veginn, fólkið á landið, eitthvað þið stálu landinu frá okkur og eitthvað svona, bara með alls konar eitthvað svona, ég veit það ekki, mér finnst svona bara einhvern veginn, mér finnst allt fólk sem einhvern veginn er þarna er að tala og tala en gerir ekkert sjálf. Já, sýndu það bara í verkið, langar það mikið, þú veist, bara, áttu ekki einhverja að gjöra þú, áttu ekki nóga peningum, gefðu þá eitthvað, það skerði eitthvað í þessu. Það er þannig. Það er bara svona fyrsta en Billie Eilish. Herru, spurning nummer 2, Kolbari. Erum við komin í Gilsara? Nú er Gilsara spurning, tek það sérstaklega fram. Þetta er Gilsara spurning. Ef Kolbarinn á lausu á austur tímabilinu, hvernig myndirðu reyna við, hann segir gellu þar inni, ég ætla að segja, hvernig myndirðu reyna við konu þar inni? Þú veist að ég átti austur. Já, ég veit það. Ég hugsa að þessi spurning hafi mitt verið smíðuð í kringum það. Já, ég meina. Ég legg saman 2 og 2 þar. Já, en ef Kolbarinn á lausu á þessu austur tímabili, hvernig, bara spyr maður, hvernig var Kolbarinn? Bara show up.
Show up, Já, bara mæta. já, eina sem þurfti. Það er rosalegt svar. Show up. Ég ætla að tippa á þetta Jóngun að gíska ekki á það. Ég ætla að skrifa bara show up. Þetta er rosalegt svar sko. Bara show up. Herru, ekkert að flækja þetta. Við þurfum ekkert að flækja hlutina, eða þarf ekki. Næsta frá Gilsarn, hún er samt allt í lagi. Kolbari, hvað gefur þú sjálfur í einhvern í útliti? Svona á skalunum 1 upp í 10. Já, þessi er alltaf svona skemmtileg. Já, huggulegu maður, góðu formi, lítur vel út, hrikalega með, sérstaklega með aldur. Já, Ég meina, þú ert komið 50 sko. Við erum búin að fara yfir það. Já, ég meina, þú óskaði þess að ég myndi líta svona út 50 sko. Sko, já, ég veit það, ég er svona ámaður ekki bara að vera nokkuð kokki mér sjálf á sig og vera svona nokkuð góð 8. 8? Já. Já, ég get alveg tekið það. Mér veist þú alls ekkit eitthvað að vera að setja það ólega sko. Ég myndi mér að setja í 9 sko. Já, það er rosalegt. Þannig að þú ert held ég bara góð máttuna. Þjóður þetta eitthvað óþægilegt að tala um þetta. Herru, já. Sérstakt. Herru, þá er það síðasta spurningin. Hvað eru 3? Þetta á Gilsarinn, ég ætla að gefa honum þetta. Þessi er bara eðlileg. Nú. Hvað eru 3 skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir? Já. Þetta er eitthvað svo. Þetta er erfitt. Þetta er erfitt? Já, Það verður erfitt að giska á þetta hjá okkur. Já, sko, Ég kannski gef ykkur, kannski fáið stig fyrir að, getur fengið 3 stig, við velja allt rétt. 2 stig, 2, 1 stig fyrir 1. Já, ég held að það verður fínt. Því að sko, ok, ég elska að grilla. Ok, byrju. Þannig að Grilla, takk. Þannig að það er einhvern veginn svona eitthvað sem að reyndar hann gætir nú giskað á Það er mjög líklegt. Ég líka heyrta og sett ykkur besti grillar landsins. Já, þannig að sko mér finnst það hrikalega Finnst þér það bara gaman? Já, bara gaman að grilla? Já, ég bara elska það. Ferðu út bara þegar rauð viðvörun bara í janúar og setur upp á grillið? Já, það er alltaf, grilli er alltaf á svölunum og það bara er klárt. Shit, ég geng frá mínu sko inn í útigeimslu bara í november og ég tek það ekkert út fyrir í april. Nei, og ég hef meiri segja sko, það hefur gerst að það er bara svona allt í lagi veður í janúar, ekkert eitthvað ömulegt en allt í lagi og sér allt í hennu bara svona það er búið að hitna og klárt þá allt í hennu kemur bara eitthvað blindríð eða eitthvað viðbjöður. Þá stendi ég vaktina, einhvers vegar. Eru grilla, hvað meira? Grilla sko, þú veist, síðan er bara svona klent eitthvað, ég menna, þú veist, ég bara elska að vera með fjölskyldunum minn og vinum og eitthvað svoleið sko, er það ekki bara, þú veist, eða telst það ekkert með eða? Það er svona leiðilegt útvarp sko. Já, það er ógeðslega leiðilegt útvarp sko, þannig að ég bara hugsa, tökum bara, ég ætla líka að segja þetta við Tatman, taka bara fjölskyld og vin og allt út fyrir svega, bara hvað finnst þér bara persónlega fyrir sjálfum þig? Já, ok, þá er að grilla, fara í golf. Já, grilla, golf, geðvikt. Grilla, golf. Gellur eða? 3G Splitta G. Nei, já, sko, grilla, golf og hérna hvað ég var að segja? Új, þetta er ekki gott útvarsmaður. Þetta er svona eitthvað alveg. Já, mátt alveg hugsa, slaka á, það er ekki tímabindir, sko. Nei, veist. Sko, að þetta er skemmtilegast. Þetta er rosa margt sem er skemmtilega, sko. Þetta er gaman að fyrir ræktina. Já, ég menn elska að fyrir ræktina og elska fyrir padel og elska alls konar hluti, bara you name it, skilu. Þannig að þetta er bara svo leiðilegt útvarp eitthvað. Þetta er samt spurning frá Gilsarnum sko. Já, sem vorum að tala um Vegas og ég elska að fara eitthvað svona erlendis og ferðast og eitthvað, þetta er bara, ég veit það ekki, þetta er lélegt. Bara ferðast erlendis? Já, bara segja það og eitthvað. Robert? Sem máttu alveg hafa þetta opið, ég heldur þú þurfum að hafa þetta opið hjá báðum, sko, það þurfi ekki alveg að vera bara, veist. Herru, sendu Tatman inn. Takk. Herru, Kolbarinn, hann var ekki lengi að afgræða þetta, þá er það Tatman Tax. Tat. Hérna kemur Jón Gunnar, við vorum að ræða þetta hérna með þig og hvernig segir aftur takk, það er ekki takk, takk það er bara takk, það er takk Egil er alltaf sko bæta við setunni. Já, það er ekki frá þér. Takk, það er ekki frá þér. Hvað er frá mér og hvað er frá einhverjum öðrum. En hann kryddar hlutina. Hann kryddar hlutina svolítið, vissulega, já, ég veit það vel. Herðu, við ætlum að byrja á spurningunum frá mér. Já. Hvaða erlenda, sko, ég vil ekki nota orðið hata. Hvaða erlenda seleb fúlir ekki eða svona fílar ekki eða bara svona fyrir töðunar að þér?
Við viljum ekki nota orðið hata í dag, 2026. alls ekki Bara svona hvað erlenda selebum, heldur ekki hendan einum íslensku selebum út úr rútina. Hvað bara svona erlenda seleb, bara svona fer under your skin? Er Trump celeb eða? Já, 100%. Já, Trump. Ok, En þú veist, eins mikið samt ég hef gaman að því að fylgjast með trúðunum sko, að það er það Guðuruglaður. Ég nefnilega bað Kolbum með sitt seleb bara svona rökstinning. Hvað svona, hvað er það? Hann er náttúrulega bara, þú veist, stórhættilegur, byrjum við því. Og svo líka bara að valdamesti maður í heimi í þessari stöðu skuli haga sér svona og tala svona, finnst mér bara skelfilegt. Tala svona miklu hatri og svona sundrungu einhvern veginn. Ég á rosa erfitt með það. Þú ert ekki aðdóndi? Nei, ég er líka bara ég á svo mikið að börnum mann og maður bara í hvaða heimi eru þau alast upp í sko. Líka það. Herru, það er spurning, það er líklega að hann giska á þitt. Mér finnst helviti ólíklegt að þú giskir á hans, það kom á óvart sko. Ok. Númer 2. Hér kemur spurning, ég tek það fram frá Gilsarnum. Já, get ekki beðið. Ef á lausu tettmenn á austur tímabilinu, hvernig myndirðu reyna við gellu þar inni? Ég segi frekar, hvernig myndirðu reyna við konu þar inni? Hvernig myndi ég reyna við konu einhleipur á austur? Tímabilinu, þannig erum við að tala um hvað 2007, 2008 eitthvað svona. Já, þetta er nú nær 2010 hérna pluss Já, ég kannski, og kona mér náttúrulega kynnumst. Ég segi ekki við með kynst á austur en við tjúttum ekki hérna. Já, ok. Hvernig myndi ég Þetta er ræðileg spurning, ég veit ekki en þetta er frábært að vera hérna með borðið sko. Maður ekki hverja spurningan það voru síðast, það voru eiginlega verri samt sko. Þetta er samt alltaf einhvern veginn óþægilegt. Hvernig hefði ég reynt við konu einhleipur á austur árunum? Þetta er ykkur 12, 13, 14, 15 á síðan sko. Kolb komið rosalegt svar sko. Já, Kolb náttúrulega sko. Kolb var komið með PhD í því að vera single sko. Hann var single í 12 ári í 101 sko. Bara haldið ykkur fast. Hérna ég hefði örugla bara, hörðu, ekki bara fara bara gott lag, dansskólu við eitthvað, ég tekið það örugla. Já. Af því að, þú veist, ég gef mér einhverja spurningunum eftir, í spurningakefni Gilsans munu koma inn og þá eftir. Ég er ágættu þar, finnst mér allavega sko. Gott lag og bara dansskólið. Já, það er ekki bara. Flott. Spurning 3, þetta er líka Gilsar spurning, hún er samt ekki træðileg. Hvað gefur sjálfu þér í einhvern í útliti á skalanum 1-10? Það er rosalega, þú veist, það er ekki. Já, ég er lítið í því að gefa sjálfur mér einhvern. Nei, ég veit að, þú veist, en þetta er ekki træðileg spurning. Nei. En eins og ég sagði Kolb, þeir eru báðir mjög myndalegi menn og óvenju dempuð spurning hjá Agli. Ég er náttúrulega bara mjög ánægð með það hvernig ég líti út og mér finnst ég líta betur út í dag heldur en þegar ég var 20. Þannig að ég ætla bara að segja 9-5. 9-5? Já. Ekkert svo langt frá hvora öðrum þarna, svo ég gefi svona smá vísbendingar svo við fáum ykkur stig í þetta. Loka spurning, þetta er líka frá Gilsanum, þessi er svo eðlilegasta. Hvað eru 3 skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir? Ég tók hins vegar út, við tökum fjölskyldu og vini, allt út fyrir svega. Já, ok. Nú að búið til útvarp. Bara 3 skemmtilegustu sem ég gerir? Já, 3 skemmtilegustu hlutir sem tettmenn gerir. Fyrir utan fjölskyldu og eitthvað? Það er ekki með. Það er ekki með? Já, hann ætlaði nefnilega að koma í það, ég sagði bara við tökum það bara út fyrir svega. Fyrir sjálfa þig. Hvað ger ég fyrir sjálfa mig sem hefur skemmtilegast að gera? Já. Vá, þetta getur hljóma mjög leiðilega einhvern veginn. Já, Kolb sagði það líka. Sjálfa sig þá eða? Já, þú veist, ég get til að sagt þig það, þú ert ekkert að fara að gera þegar við lesum svörina svo eftir sko. Nei, hvað finnst mér skemmtilegast að gera? Bara reynskilinn. Ég skaman að hreyfa mig. Hreyfa þig? Bara fótbolti, fara helgafell, eitthvað svona. Bara hreyfing. Horfa á gott sjónvarpsefni. Bíómynd, ég bara horfa á gott TV. Horfa á gott TV bara. Bíónött fór lengi og þú veist, ég fyrir einn í bíó, finnst ekkert af því. Ég ætla bara vann svo lengi við að fara í bíó, þannig að það er ekki sósíal fyrir mér. Bara flott. Það gleyma sér í ykkur 2 tíma sko. Hvað annað? Ekki vinir tengt. Ekkert svoleiðis. Horfa á Man United. Já, eins pirrandi og það getur verið. Þá hef ég mjög gaman að því. Og bara enska boltanum, meistardeildin, þú veist, HM í sumar get ekki beðið. Herri, já, vá, það er 6 dagar í þá veislu. 6 dagar í þá veislu, 48 lið. Það er spurning hvernig maður kikkar inn í. Jú, maður tekur 1 og 1 leika. Því að það er alveg 1 og 1 leikur í riðlunum sem er skemmtileg. Mér er 17. júni er England-Króatía klukkan 8. Rosalegu leikur sko. Rosalegu leikur, fyrsti leikur Englendinga. Herru, Kolbarinn að detta hér inn.
Já, þetta voru Og líka góða við HM að meðan að Kolbarinn að koma hérna. Það hefur alltaf verið svona 28 dagar. Já. Það er búið að fjölga þessu. Þetta er frá 11. júní til 19. júli. Já. Og þegar það er búið, þá erum við bara að fá enska aftur. Já, bara stutt í enska. Já. Ég hefur að tala um fótbolta. Það er náttúrulega, það er hérna landsleikunir á laugardaginn fyrir þá sem alltaf vaka lengi Argentína Ísland sem er í Bandaríkjunum. og þetta er síðast náttúrulega leikur Argentínu fyrir mótið. Þetta byrjir samt sko 1 nóttina. Já, þá er ég bara búin að sofa í 3 tíma sko. Hæ? Ég ætla bara að vera 100 ára. Laugardagskvöld sko, hvað, þú veist. Já, bara laugardagskvöld, ég hljómar allt öðru sem er 15 ára síðan. Ertu bara með kistu og skriður hún í hana? Nán, ég var í til ég sko. Shit, bara fjóla Yes, master. orgelið bara Herru, við ætlum að byrja þetta og fara yfir svörin. Hver tekur þetta? Fyrsta spurningin var, ég ætla að byrja þér Kolbari. Ég spurði Tatman hvaða celeb við notum ekki orðið hata, fari í taugarnar á honum, bara svona hvaða celeban, elenda celeban þyldi ekki, eða bara svona mislíkaði. Hvaða celeb tók Tatman? Vá, ég veit það ekki maður. Þú vorst að reyna að lesa hann? Já, sko, hver fyrir taugarnar og tett. Það er ekki margir. Það er ekkert margir. Nei, Tatman er ekki þannig gæja. Hann er ekki að láta fólk fara í taugarnar á sig. Ég er vel við helviti marga á flesta sko. Já, er ekkert svona, veist, tónlistamæður eða kvikmynd eða Þetta er ekki tónlistamæður, þetta er ekki kvikmyndaleikari. Vá, Hvað er þá eftir? Hvað er þá eftir maður? Já, nú þarfst að hugsa með heilanum. Reynir á vináttu til 30 ára. Ok, þannig að þetta er eitthvað svona eldra. Þetta er eitthvað grafið óuppgert hérna hjá sálfræðingnum. Já, það er nóg þar sko. Það er sko, já bara, þú veist, þetta er bara. Þetta er erfitt, ég veit það. Ok, ég skal segja það skemmtilegra. Ég mun líka gefa Tatman vísmyndingu. Þetta er gæði sem hefur völd. Gæði sem hefur völd? Já, ok. Ekki Davíð B. samt sko. Nei, ég veit ekki gæði sem hefur völd. Ég meina hvað fullt af gæði sem hefur völd sko. Já, ég veit það. En ég get ekki gefið meira en þetta. Nei, ég meina það er samt svo margir sko. Hann getur verið, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, bara Hó eitthvað? Já, það er við að giska. Já, sjálfsögðu. Passu það, þú veist. Nei, það er ekkert pass í blöð. Það var að giska eitthvað. Ekki enginn að senda hérna á mig. Ég fengi hjálp inn í síman. Nei, svindl. Það er ekki phone a friend. Við erum ekki að svindla. Það er ekkert Gud Munson á Messenger. Já, ég meina, þú veist, geti kannski verið með eitthvað. Ég veit það ekki. Hann er eldri en Ívar Guðmund sem er elsti vinur okkar. Já, hann er það. Það er svoleiðis. Já. Miklu eldri eða? Nei, já, gott ef ekki. Já, býtu voru að er það þá þessar sem vorum að ræða á Piers Morgan eða? Er það Lókasar? Já. Það er rámt. Piers Morgan, Donald Trump. Fyrir hann í töðunar. Já, veist, ekki það, ég hef gaman að ég að fíkast með honum, en hann er náttúrulega svo gufuruglaður og hann fyrir töðunar mér oft. Já. Þú veist, ég meina, hann hendi bara ykkur út á nóttinni alveg farin sko. Já, 0 stig á Kolbaran. Ég spurði Kolbaran sömu spurningu, Tatman, hvaða erlenda celeb færi töðunar á honum, og ég þarf vissulega að gefa vísbendingu því að þetta svar kom eins og þrumur heiðskýru. Okay. Þetta er músikant. Já, og þetta er kona. Þetta er erfið einhver tónlistakona sem þú þolir ekki. Já, hún er í taugarnar. Nei, sko, bara, já, fyrir taugarnar á mig, sko. Þetta er saman eins og þú varst kannski að tala með Trump, skilu, eitthvað svona komment á netinu og eitthvað svona og, veist, og síðan eftir bara sýnir. Og svo ég gefið þér aðra því þú veist, það er náttúrulega milljón tónlistakonum til. Já. Hún er andstæð með Trump, hún er mjög ung. Hún er ung. Já, hún er ung. Tónlistakona sem fyrir taugarnar á Kolbaranum. Já. Já. Þetta komið mjög óvart sko. Á döðumennum átti ég vona að hann færi í þetta svar sko. Taylor Swift. Er það skot. Bítu. Ég myndur ekki kalla hana ung. Nei, hún er kannski ekki beint. Ég gef þér eitt tækifæri viðbót. Já, hvað er með það? Nei, bara eitt sem ung. Hún er komin, Taylor Swift er komin yfir 30, það er ekki ungt. Nei. Hún er alveg undir því sko. Hún er eftir millennium sko. Vá. Já. Þetta er ekki Taylor Swift, þetta er einhver yngri en það sem er að kommenta á netinu og buggandi. Ég var nefnilega, ég fór að googla þetta og þetta er alveg rétt hjá þér. Ég vissi ekki svona af þessu. Nei, þetta er alveg pyrrandi. Hún er alveg svona pínu. Er þetta Sabrina Carpenter? Lókasar? Já. Það er rangt.
Billie Eilish auðvitað Ég hafði ekki hugmynd að væri svona Nei, hún er rosa controversial hérna á hún er alveg, lætur allt það? flakka sko Já, bara eitthvað Ég veit ekki sko, ef ég væri Geggjað músíkant. Þú veist, ég veit ekki, kannski ég ykkur á aumingi sko, en ef ég væri í hennar spórum þá myndi ég bara helst ekkit vera með skoðanir á einhverjum svona málum, ég myndi bara einbeita mér á tónlistinni og Já, en svo fyndi með þetta líka bara svo J.K. Rowling, hérna Harry Potter höfundur Já Hún er bara í einhverju geðurrofi á X eða Twitter sko Til dæmis Svo fyndi með þetta lið Úr það rakin cash, akkur það Af hverju að taka hennar slag? Já, þú veist Af hverju ertu ekki bara Græðir ekkert á því, sko. Rekli við glasinu einhvers staðar slög Já, þú getur sagt þetta, þú veist, þegar ferillin búinn þá getur þú látið allt flakka, sko En hún Billie Eilish að bögga kolbar Það er ég veit ekki það, ég átti vona helviti mörgum svörum en ég átti ekki vona þessu svari Ég bara Pink, J.Lo, Beyoncé, Lauryn Hill Já, bara spurningakeppni hérna, veist Nú byrjaði á þér tett Ég spurði Kolbaran, það sem hann átti náttúrulega austur Ef að Kolbarinn á lausu á austurtímabilinu hvernig hefði hann reynt við konu þar inni? Hvað heldur þú að hann hafi sagt? Af því að Kolb var búin að mastera þessa list Ég held að við vinninni værum öflugir Nei, það áttum ekki break í Kolbaran sko. Og þetta svar hjá hann með líka bara Við vorum bara í eitt besta svar í þessum lið Við vorum í besta falli í Bumbubolta menn hann var að vinna Champa League Hann var þar sko Þetta var þar sko Já, líka svarið eftir því, þetta er Champa League svar Þetta er svalasta svar sem ég heyrti í þessum lið hvort sem ég er að stjórna honum með að hlusta á hann sko. Bara að sæta eru ekki að fara heim með það Það bara gekk upp henni ákveðin Við heim Núna Loka svar Ákveðin, já Get ekki gefið rétt fyrir þetta Hann sagði, bara show up Vá Ég var næstu því það Hann bara mætti Bara show up Bara vera á stannum Og það var bara skrúðganga í stjórnum Hann sagði orðið, bara show up Wow. Og þetta er bara, já Þetta er rosalegt svar Og eins og ég sagði það sko bara með doktorskráði í því að vera einhljópar á þessu tímli Dauða færi fyrir Kolbaran að komast á blað og komast í fórustu Hvernig heldur þú að Tatman á lausu austurtímabilið hvernig heldur þú Ég var einhljópar í ykkur 15 mínútur Já, en hvernig reyndi hann við konur? Já, sko, málið er að ég náttúrulega er með svarið Þannig að skiptir ningu máli hvað hann sagði Ég er með svarið Ok, komdu þá með það Og það tengist aftur því að ég var eigandinn á austur Þannig að Jón Gunnar hann bara, veist, fann eitthvað sem að hann var spenntur fyrir Ég ætla að vona að bókaldið komist Ég fói aldrei sjá bókaldið á austur Já, síðan bara á barinn til að bjóða þér í glas og síðan bara skrifa það á Kolbaran Já Og hvað svo? Skrifa það bara á Kolbaran Ég veit ekki hvað ég skrifaði mikið af flöskum á Kolbaran sko. Það er basically bara fann stelpuðar til að bjóða þér í glas og skrifa þig Þannig að þú fjármagnaði það Ég fjármagnaði, já alla þína viðreynslur á austur Allar mínar endalösu viðreynslur á austur Fjármagnaði á Kolbaran Þannig að Loka svar? Já, ég menna, þess að ég sagði, þetta er rétt að svari sko. Þannig að ég veit ekki hvað hann sagði en þetta er rétt að svari Get ekki gefið rétt fyrir þetta Hann bara fór upp á pínu Hey, geggja lag, dansa Já, Tatman er alveg dansari sko rosalegu dansari sko. Erfitt að keppa sem ég að mér Já, þetta er sko Þú vil að skeist þetta Kolbari sko Veist hann ykkur dansari Ég var 100% á því að hann myndi hendi í þetta Því að það er alltaf verið að ræða þetta einna sko Bara reyður og græður á dansskólinu Sko málið það að sérstaklega búið próteintrúðsins á Seyðisfirði Nei sko, bara þegar fólk er á dansskólu svona tekur eitt og eitt lag þá má ég alveg segja frekar að hann hafi tekið eitt og eitt lag off á dansskólinu Já Því líku dansari Ég er vel gaman að fá mér í glas og hann og skála svona En þú veist, og menna verið minni getur bara setið í sama stólunum bara í 7 daga og svo standa upp og hella í sig Ég vil Já, veist, bara, veist, ég er þarna sko Alltaf einhvern veginn verið Men ég er upp á borði með Daniel Ágúst í 5. samanlega mín að dansa Bara, gati ekki verið mér saman, bara ég og hann bara, í einhverjum heimi, bara love it sko Herru, það er ennþá 0-0 en nú gætu komið stig Ég spurði Hvaða eða sko, ég ætla að byrja núna Ég spurði Tatman Kolbari Hvaða einhvern gaf Tatman sér í útliti á skalanum 1-10 Hvaða einhvern gaf hann sjálfum sér Með allt þetta útlit Pottitt bara setið hann í 8 myndi ég segja Hann setið í 8? Já Er það lokasvar? Já, ég menna, þú veist Ég ætla að segja núna hvor er nær fær stíð Ok
Já, þetta er erfitt, ég meina, þetta er Já, ég veit, það kemur stig hérna. Það er bara hvorin Er þetta komma? Þú veist, var eitthvað Ég segi ekki neitt. Nei, Það getur verið. Já, sko, ég held að, þetta er, þú veist, þú tekur próf, það eru 2 erfiðar spurningar sem nærði ekki á prófunu. Það er átta, skilur, já, eitthvað svoleið, sko, þannig ég segi 8. Segir 8? Já. Ok, þá ætla ég að fara á þig. 9. Kolb, bara botlaust, sjálfstraust, eins og aðrir útastmenn, hann elskar sjálfan sig og með réttu, 9. Þetta er nær. Ég er nær, Já. það er punktur. Kolb gaf sér 8, þú sagði 9. Já. En Tett gaf sér 9,5. Já, Auðvitað. tjöfullir í ánægði. Sko, ég ætlaði að segja þess, en hugsaði einhvern veginn, ok, kannski, þú veist, hefur hármissirinn haft áhrif í gegnum tíðina og eitthvað svona, sko. Hann hefur bara ekki haft nein. Nei. Mér er bara fundið, ég er ekki að djóka. Mér ég bara- finnst Jóngun er miklu meira sexy svona heldur en með hár, sko. Já, Kona mér kallar spurðu þetta Fjólu. vörusvikin ennþá. Spurðu Fjólu. Já. Nei, sko, ég veit það ekki. Ég Það hugsa- var nefnilega austu, það var svo dimmt á austu þú maður að kynast, sko. Sko, þess Og vegna held ég væri með þitt ár. Hún vissi bara ekki betur. Já, það alltaf var enginn að koma við hárið áður því þú var svo sveittur á dansku. Ekkert eðlilega. En ok, það er 1-0 fyrir Tett. En þetta er- nú ætlum við að hafa þetta ennþá skemmtilega í loka spurningu að því ég sagði, hvað eru 3 skemmtilegustu hlutir sem þið gerið? Það er bara 1 stig fyrir hvert rétt svar. Kolba því að þú ert undir. Já. Ég spurði Tettmenn, hvað eru 3 skemmtilegustu hlutina sem hann gerði, og eins og ég sagði við þig, ekkert fjölskylda eða vinir tengt þessu. Æ, ok, það er, sko, það er náttúrulega, hann elskar að hlaupa, sko. Þú Bara veist. hreyfa sig. Já. 1 stig! Yes! Vel gert. Yes! Hann er búin að jafna. Ok? Og, sko, fara í bíó líklega ætti að vera hérna á listanum, sko, eða þú veist, kvikmyndir, bíó, þættir eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta ramma þetta nákvæmlega, sko, en hann elskar það. Bara horfa á gott TV. Basically. 2 stig! Sjöfulli Kolb mér þetta maður. Ha? 2 stig! Á. Hann er komin í fórustu. Það er 2-1. Og þriðja stíið, sko, fyrst að búa að kippa út vinum og fjölskyldur, sko, það er Hvað er með það? Vá. Þetta er erfitt, maður. Þetta er Þú ert alveg líklegur hérna, sko. Aha. Já. Sko, hreyfingin er búin. Já, sko, hvað, þú veist, erum við að tala um borða góða mat eða? Já, ég Er það- veist bara við það svar. Bara matabóð. Matabóð. Já. Jæja, 2 af 3, vel gert. Horfa á Manchester United. Hæ? Já. Ég var næstu búin að hendi, þú veist, steik og raut. Já. En fyrst að tók svona vin og svona út úr þessu. Já, ég skil Það er bara ég einn eitthvað að gauða, sko. Já. Herðu, En hrikalega vel gert hjá Kolb. Hann er komin í fórustu. Þú þarft 2 af 3 hvað Kolbarunum finnst skemmtilegast að gera. Ef þú ætlar að vinna þetta, þarft 1 til þess að fá jafntefli. Ég þarf að jafna hann. Já, Í þeim listan. hvað eru þeir 3 hlutir sem Kolbarunum finnst skemmtilegast að gera? Ég ætla að hendi hreyfingu líka. Kolb hefur alltaf verið maður mikillar hreyfingar, verið í standi. Kemur aðeins inn á spurningarna hérna áðan og austu tíðanbilið og single tíðanbil og annað, menn bara þurfa verið í lægi. Bara hreyfing? Bara hreyfing og verið í standi. Það er Kolbunum hérna kært. 0 stig en þá. Hæ? Já. 0 stig en þá. Ok. Og 2 skættir, þú ætti að vera með bæði rétt. Þetta er samt frábært gisk, sko. Já. Og raunin ætti hann að fá rétt fyrir þetta, sko. Nei, alls ekki, þú sagði það ekki. Nei, Herði, rauðvín. Rauðvín. Skála í góðu rauðvín. Þú ert náttúrulega mikill rauðvínspervert. Þannig að ég myndi halda, þú veist, þú og landsliðsþjálfarinn, þú veist, Líkali Horni, Kúrikinn, rauðvínsglas. Já, ég ætla að segja það. En það er 0 stig, þú getur bara jafnað. Já, sko, þetta fór aftur inn í hérna vina fjölskyldu gýr hérna einhvern veginn. Það er ekki með. Þannig að þetta er hár rétt hjá þér. Ég elska þetta. Ég veit sjálf, ég verði jafna. Þú verður að svara rétt núna. Kolbarinn. Þú átt nú að ná þessu, sko. Já, anskotin hafi allavega einu. Það er svolítið gefið. Ég ætla hérna bara sama og mitt svar á hann. Bara góð bíómynd, góði þættir. Sko, ég er alveg til í að með jafni, sko. Veist, þannig Getur, hvað auðmingja góðmennska er þetta? Já, hvað er að gerast? Já, ég ætla bara að gefa smá hint þarna í því. Ok. Það tengist kannski svolítið þessu rauðvíni þarna á hann, sko.
Hvað er Kolbarinn frábæri að gera? Hell í sig það? Já, hann er vissilega góður í því. Hann er reyndar helviti góður í einu öðru og það er umtalað allan bæ, sko. Að hvað? Að hell í sig það? Nei, þetta sem hann eitt af því sem hann sagði, hann er að hjálpa að jafna. Hvar er Kolb frábær? Í hver er hann frábær? Og hann veit ekki það. Sitt hvað ert hægur maður. Hann á ekki skila að jafna þetta. Grilla, hann elskar að grilla. Já, það er samt, það og rauðvín. Já Þú veist. Já, en það varstu með sko sitja með vinum og fá sig rauðvín. Já, það getur alveg grilla fyrir sjálfa. Já, ok, ég skil. Ég sit ekki heima bara eitt með rauðvín. Það er tók í sófanum sko. Hitt sem hann nefndi, golf. Já. Golf, ertu eitthvað svona grimmið þar? Já, ég elska golf. Ég meina Egill er fár veikur sko. Já, hann er fár veikur sko. Hann spilaði sett á 70 höggum í gær á 9 hólum. Ég er reynda mjög gaman að því og hann gengst mjög illa þessar dagana. Nei, ég meina, ég sá golfgame, ég held að vera troll. Hann spilaði Borgarnes 9 hólur á 70 höggum. Ég spilaði Grindavík í fyrra á 68 höggum, það var 18 hólur. Já, veist, þú er fáralega góður í golfi. En hann er bara, er hann bara að fara í golf til þess að ná einhverjum svona Instagram-vídeó? Nei, hann verður frábær í golfi. Ég held hann eftir að vera góður. Já, hann æfir mikið og er mikið í. Þriðja á síðan sem Kolbarinn svarði var að ferðast erlendis. Já, það er þetta mjög gott. Jón Gunnar, þú skeist Kolbarinn til hamingju með þetta. Já, takk fyrir hann. Eftir smástund þá fyrir við spurningakeppni Gilsarans. Topp tónlistarstöðin FM 957 Já, FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að lið sem að ég tek sérstaklega fram að ég kem ekki nálægt. Þetta er spurningakeppni Gilsarans nema bara það að ég les upp spurningarnar frá honum. Já, sem hann sendi þér. Sem hann sendi mér. Og dagdrykk og seðisverði. Get ekki beðið sko. Mögulega mun ég vingsa einhverja út. Nei, sko ekki einhver. Taktu bara svona 90% út. Nei, þá er náttúrulega ekki spurningakeppni sko. Ég mun kannski taka 15 spurningar ef ég þekki hann rétt eða? Þetta eru, sko, hann sendi 11. Ég ætla að kötta þetta niður í 8. Sendi Gils hann 11 spurningar. Já. Og kötta niður í 8. Og öskrandi á hlátri. Já, sko, gætu við haft bara 2 og kötta hérna út? Já, þú veist, nei, þú veist það. Sjáum hvernig fyrstu 2 eru. Já, sko, þetta er, þegar hann var að senda mér í dag, ég sagði, er konceptið King of the Sea, af því að sjómannadagur og hann er alltaf með það á sjómannadaginu. Sem að hefði verið eðlilegt. Og hann sendi baka, góður. Ok. Hann sagði, nei, það er King of being horny. Já, þú veist. Ég veist ekki, hann er bara ekki hægt. Ég meina, hvaða framhaldsskóla útvarp er þetta? King of being horny? Já, 15 árum setna. Já, einmitt. Já, sko, en ég meina það, að vera horny er alveg, svo ég tæki Hanskamur Gilsson, það er alveg gott, sko, þú veist. Já, og bara öllum. Þú þarf ekki endilega að vera horny í bettanum, þú veist, þetta getur verið spurningar þú veist, ertu, þú veist, bara gretta í þér, þú veist, í þessu og þessu, og þetta er bara. Já, mjög líklegt. Að vera horny. Já, en við vitum allt, þú veist, híenan er að semja þetta, sko. Þannig að það er ekkert eitthvað svona hörð, þetta er rosa duglegur og dræf og kraftur og rosa horny. Já, einmitt, vaknar á mótnan og bara vítamín og kaffi. Já, þetta verður eitthvað ógeðslega óþægilegt, sko. Herru, byrjum á fyrstu spurningu. Ertu með alvöru grettu þegar þú tekur á því í gyminu? Það var nú einn svona hérna. Já, þetta kom á óvart, sko. Þetta kom á óvart? Já, ég hendi mér alveg í gymmið og af afli. Ég er ekki að fara í eitthvað göngutúr, sko. Nei. Tekur steg að það? Já, ég ætla að taka punkt að það. Já. Alveg gretta í tett þegar hann tekur á því í gyminu. Þú ert ekki á Garðari eða Gauja eitthvað mannskaptannan? Nei, Elmari sko. Já, talandum, ekki svo hann enn einhverjum auðmyggiskap. Nei, þannig að það er sama hér. Talandum King of being horny. Rosaleg byrjun hjá Tett og Kolb. Báðir komnir á blað. Hann byrjar alltaf svona sko, dreiflega. Nú, eðlilegt. Byrjar mjúklega sko, svo endar þetta ykkur alveg ógiði. Næsta spurning. Ertu gráður og reyður þú ert á dans og dansskóli? Ég var að ræða að rikka fyrir það. Okkur vissi ég að þessi kæmi sko. Mitt. Þú veist, talandum, ég elska eiga fyrirsjáanlega vini og ég held að Ísey sé svo fyrirsjáanlegast. Sko, líka, sko, þetta er spurningakeppni fyrir okkur báða. Já, og þessi spurning var ekkert með því að gera. Nei, mér einhvern veginn fannst ekki, sko. Nei. Rikki þekkir þetta mjög vel með allt sem að sér snýr. En eins og ég tek enn og aftur fram, ég er eingöngu að lesa það sem ég fekk sent. Já, hvað er þetta aftur? Ertu gráður og reyður þú ert að dansa á dansskóli? Ég ætla að segja nei bara út af því að þetta ekki ég er bara að segja já, bara svona þóknast líka hýrunni. Já, punktur. Tett er komin í forustu. Rosa. Æðislegt. Ég veit það leðilegt með það. Verður gráður úr sér fugla? Ha?
Verður graður úr sér fugla? Sko, Gils að veit að ég elska fugla. Ég er mjög gaman af fuglum sem dýrum svona yfir höfuð og átt marga páaguggar svona. Ég verður gaman af fuglum? Ég elska fugla, Það er mesti, já. Ég er búin að fara svona 200 sinnum á fuglarsjóðu og Tenerife þarna og engasjóða. Áttar ekki alltaf einhvern helst páagugg? Jú, og bara svona þannig að þetta er til mín þannig að Vantalega nei og þig, tett. Já, bara hart nei. Já, en sko, málega er að ég elska fugla en þessi spurning var mjög brengluð þannig að ég verði líka að segja nei við því sko. Já. Þú er ekki graður úr sér fugla? Nei, bara ekki neitt sko. Ég ætla bara að vona ekki sko. Nei. Ég þekki Kolb það vel, ég líka til staðvist þetta. Ertu alveg viss Kolb að dauðafæri fyrir að jafna? Er ég alveg viss? Það vill engin vinna þessar keppnir. Nei, sko, það vill engin vinna hann í fyrsta lagi og hver verður graður þegar hann horfir að fugla? Svo veistu bara, næstu spurningar, þetta er bara vestnor og vestnor. Já, ok, það er ekki punktur. Það er ennþá 2-1 fyrir tett. Ég veit núna næsta spurning til þín sko. Já, ég veit. Þannig ég get aðeins halla mér aftur. Þessi er góð, ertu almennt graður í dag? Já. Þetta er svo lélegt. Ertu almennt graður í dag? Já, ég meina. Og svo almennt. Já, bara almennt. Já. Það er lífi í okkur. Herru, þið eru að mókin stigum 3-2 fyrir Tatman. Ræsi spennandi. Æsi. Næsta spurning. Er ekki getað að lesa það? Getur þú slaufað fram hjá? Nei. Hefur farið í slella í stúdíó FM 957? Heyrðu? Hefur farið í slella? Segir hann orðið, bara hefur farið í sleik? Hefur farið í sleik í stúdíó FM 957? Nei, bara aldrei. Hörru, Kolt, þú voru að ég segi eins og Gilson, þú voru að completely honest. Það segir mér þú er aldrei, hvernig byrjar FM? Ég er professional. Þegar ég er í vinnu, þá er ég bara í vinnu og sinni mínu starfi. Ég er ekki að blanda saman einhverjum hlutum sko. Já, ég ætla að fæst orð bera minnst ábyrgð. Er þetta til þín eða? Hvernig byrjar FM? Það segir mér þú aldrei verið að sína stúdíó svona sent á kvöldin og... Nei, ég er bara að byrja mennum að vera hreinskilna. Menn bara að vera hreinskilna. Nei, sko, ég bara... Það er 30 ár síðan, það er enginn að dæma þig í dag, sko. Akkur bara tala um mig? Jóngurna var... Já, hann áttur að svara, getur vel að hann svari já, sko. Ég man alltaf hvað ég gerði í síðustörugi, en ég held ég verði að segja bara já. Ég hlýt einhvern tíðan að vera í sleik í stúdíónu, sko. Já, bara þú veist, Stúdíó FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar af vinum okkar. Ef Stúdíó FM 957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tíman, þá bara Guð hjálpi fólki. Já, ég segi nei, hart nei. Já, Tatman er gjörsanlega að pakka þessari keppni saman. Ég veist þetta var á Kolbarón. Já, það er... Já, þú fyrir stíð. Það er 4-2 fyrir Tat, en... Nú er dauðafæri fyrir Kolb að minka munin. Nú kemur eitthvað. Já, nei. Hefur þú baðað hitt kynnið? Guð minn almáttugur. Hverju vissi ég þetta? Ég meina, veist, þetta er svo lélegt. Þetta er svo í alvörinu tala. Þetta er svo, þú veist. Hún er bara umhugað vinsinn að vinurinn fái punkt. Bara, þú veist, þetta var alveg gjössamlega. Þetta er bara alveg svo spurningin á mig á hann. Reiður og græður okkur. Hann er svolítið að svona suma spurningar eru hendar fyrir sjáalegasti vinur okkar. Næsta spurning. 4-3. Það er sérst já að Kolbaran. 4-3. Ég hef ekki baðað neitt. Vá, þetta var aldrei svona spennandi. Hefur verið kvartað undir þér á hótelgestum klukkan 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann? Ekki horfa á mig. Hvað? Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelinu. Akkur kemur Gilsan með þetta bara og er á Seyðisfirði sko. Ég veist ekkert hver er þessi spurning, hverjum var ætluð sko. Eða hvort hún var ætluð. Já, hún var ekki ætluð mér. 0 á þig, Tett. Kolbar til þess að jafna metin. Ég fyrir ekki verið hvart æður þér. Varst að hengja gömlu í lofti bara miðan dag á hóteli. Hvað er að gera sérna? Hvað? Þetta er alltaf ekki punktur á mig. Það er alveg augljóst. Það er bara hvergi friður maður. Bara Foss Hotel Reykholti og þú bara mætti með taljuna. Því líktu annað. Fokk. Herru, við þurfum að fá svar. Kolb, er þetta stig á þig eða? Það er að jafn.
Geti verið eitthvað til í einhverju vitaður, ég veit það ekki. Það er jæmt, það eru 2 spurningar eftir. sem betur fer. Er viðurnefnið sem allir þekkið af horny eitthvað? Ég svarði það sko. Fyrsta lagi get ég þakka þessari steik á Seyðisfirði Horny Tat. Þú nú alltaf að kalla þetta? Nei, það er einn maður sem kalla þetta og það er þessi steik vinnur okkar. Ef einn skal kalla. Alltaf kalla þetta. Nei, bara hvergi nema hérna sko. Þannig að ég, hvað með spurningan aftur? Er viðurnefnið sem allir þekkið af horny eitthvað? Nei, þá ætla ég að segja nei. Ég ætla ekki að taka hennar punkt sko. Sama hvað Seyðisfirði segir. Við byggjum samt mennum að vera hreinskil. Já, ég hef heyrt þetta oft sko. Já, hvar hefur heyrt þetta? Hér? Já, svona það einhverjir. Eða í sporthúsinu? Já, mögulega. Akkurat, eða á ferðalagi þar sem ég er og Egill saman. Já. Akkurat. Já. Allir? Ég veit að þú ætlar bara að segja nei. Ég tek punktin, þegiðu áfram. Ok, síðan spurning, dauðafæri fyrir Kolbaran til þess að setja þetta í jafntefli. Nei. Nú kemur eitthvað. Wait for it. Ég svar ekki meir sko. Ég fer bara út. Nei, ég ætla að sleppa þessari spurningu. Nei, þú verður ekki. Nei. Hann getur vall að lesa, þetta er eitthvað rosalegt. Þetta var rosa fínt, þetta var spurningakeppni Gilsarans. Hann verður að jafna. Nei, ég verð ekki neitt. Jú, þetta er keppni. Ég vann áðan, þú vannst núna, þetta er bara flott. Ég hef engan áhuga að vinna þetta. Hefur ekkert maður verið það græður að þú kveiktir actually í manneski? Jesús minn almáttur. Hefðu, það er lag. Takk. FM 957. Þetta er FM 95 blöð hér á FM 957. Herru, við ætlum aðeins að tóna þetta niður og við ætlum að henda okkur í sturlaðar staðreyndir, drengir. Já, velgerð, ekki veitir af. Er ekki aðeins svona að fá smá súrefni og sögum? Egils eitthvað búið eða? Jú, það er búið. Já. Það er ekki spurt og svarað eða neitt þannig. Nei, það er ekkert eftir sem að... Nei, það er bara... Takk Guði fyrir það. Förum bara í létt nema. Það er keppni. Það er ein staðreind sem er horseshit. Okay. Og þið er hann að spotta. Ok, hvað eru margar sem sagt? Þetta eru 10. Vá. Þetta eru 10. Og ein sem er horseshit. Ein sem er kjaftaði. Við skulum byrja þetta. Eineggja tvíburar, þau eru ekki með sama fingrafarið. Ekki með sömu fingraför. Þau eru mismöndi. Identical twins. Þetta gæti verið kandidat í horse. Já. Nei, þetta er Hefur þetta? Sé ekki með sama. Já, sé ekki með sama fingrafar. Ég veist það, sé ekki með sama. Allir með einstakt fingrafar. Já, ekki eineggja tvíburar, þetta er sama DNA. Já, ég veit að þetta er það sem gerir vísindi eins og ruglu oft sko. Það er svona einhvern veginn, þú veist. Það á að vera eins en það er það ekki. Já. Sjáum til. Drengir, Hani að nafni Mike, sem þetta var skemmtilegt þegar hann heiti Mike. Hani að nafni Mike lifði í 18 mánuð á þess að vera með höfuð. Ég heyrst þetta einhvern tíman. Þetta talaði um að eins og lappum eins og hauslaus hæna. Já, þetta er það ruggla. En 18 mánuður er helviti langur tími. 1,5 ár, bara hauslaus. Hversu creepy er það maður? Þetta hljóma samt eins og þetta getur verið satt. Já, ég meina, sko, það fylgir ekki sögunni, sko, veist, bara, þú veist, nei, þú ert ekkert eitthvað 18 mánuði, þú ert eitthvað rugglaður. Já, bara, við sjáum til. Við höfum átt eftir. Hann er Mike. Mér fannst þess skemmtileg, ef þú þjáist af ablútófóbía, ertu hræddur að fara í bað? Já, sko, eins og þetta var borið fram. Það er nú ekki hentað þér vel. Ablútófóbía. Já, ertu hræddur að fara í bað? Ertu bara baðhræddur? Já, ég menn, þetta er bara ekki góð spurning, sko. Ég veit ekkert hvað ablútófóbía er. Maður þekkir ekki margar fóbíur. Það er pottitt með einhverja, það er pottitt til fóbía að fara ekki í bað. 100%. Bara hrættu við að drukna og eitthvað og alls konar, sko. Þannig að er það ablúfóbía eða eitthvað annað, ég veit ekki. Það vantar lag undir. Já, það er komið. Það er komið þá. Sveppir er vinsalasta áleggið á pítsu í Bandaríkjunum. Þetta getur horsemanúr. Myndi ykkur að halda pepperoni pizza? Það er eitthvað svona, sko. Ekki sveppir. Sveppir er vinsalasta áleggið á pítsu í Amerika. Ok, þetta er mjög sterkur kandidat. Að vera með bindi þröngt hálsinn, sérst bara þrengir, þú veist bara, setja á bindi, það minnkar blóðflæði til heilans 7,5%. Útskýri nú ýmislegt.
Gilsar var mjög mikið með bindi þegar var yngri Töluvert í jakkafötum með bindi þannig að það bara framheila skaða núna í brúðkaup á Seyðisfirði. Já. Vissuðu það að Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi? Já. Kanaríeyjar. Hundurinn Kanarí. Já, þetta er bara... Nei, sko, er tegund þá eða sem á að heita Kanarí? Nei, bara Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi. Hvað bara hundurinn Kanarí eða skýri sig eyju? Já. Ok. Nei, ég er bara að lesa staðrendir þetta. Eyjar, já. Ok. Herru, gírafar eru 30 sinnum líklegri til þess að verða fyrir eldingu en mannfólk. Já, það meikar sens. Hljóma líklegt. Já, þú ert herra uppi. Já. Það er, þú veist, leitar í hæsta punkt elding þannig að, en sko síðan er þetta spurning, er þetta svona villu spurning sko, því að ég menna að það eru miklu fleiri menn Svo augljósast að hún ekki, já, gírafar þannig að, já. Ok. Vissu það að hundar feika stundum veikindi til þess að fá athygli eigenda sinna? Já, klárlega. 100%. Já, ég á hund sko, og sko hundar yfir höfuð þegar svona, til að byrja að láta sér skjálfa til dæmis, svona það er eitthvað til að fá vorkun, þá máttu alls ekki sko einmitt gefa í neitt vægi. Já. Kannski fer með það út eða eitthvað og hitta fólk og eru byrja að skjálfa allt í hennu, þannig að, já, ætlaði ekki. Nicolas Cage, talandi að koma sér inn í karakter, hann lét draga úr sér 2 tennur án deyfingar rétt fyrir atriði í bíómynd sem hann leik í. Hann vildi komast betur inn í karakterinn sem átti að engjast að sásauka í atriðinu. Já, ok. Drífu sér tennur. Hvað geta, já, ok. Þetta er samt alveg mjög svona líklegt sko. En er það samt Nicolas Cage-legt? Christian Bale, mögulega. Daniel Day-Lewis, eitthvað svona. Já, en kannski var hann að koma aftur, þetta er kannski eftir. Það er ekki sem verið að rífu sér tennur fyrir Conner sko. Gættin hafið það. Það er ekki fyrir Put the bunny back in the bag. Já, þú veist. Nei, viltu að meina, var þetta í bíómyndinni? Já, þannig að það er bara atriði mynd. Já, hann sést, karakterinn að þjást svo mikið. Karakterinn átt að þjást. Já. Og hann lét draga úr sér 2 tennur, ekkert sem sáust, bara eitthvað staðar. Herru, við þekkjum nú bíómynd, hvaða mynd geti það verið? Ég ætla bara að leika endalaust. En really, sko. Já, ég veit það. Hann keipti sér eitthvað kolkrabba til þess að reyna, þú veist, hann er alveg hann er mjög sérstakur gæði, sko. Herru, síðasta, Arnold Schwarzenegger var aðeins 11 ára gamall þegar hann náði fyrst 100 kílóum í backpressu. Bara örugglega. Það sé ekki meira en 100 kíló, sko. Ekki séns, 11 ára 100 kíló í back. Nei. Já, ég ætla að Hann var náttúrulega byrjaður sko að taka upp í 5 ára sko okkur í 3 í Östuríki sko. Já, heimitt. Ég ætla að segja að það sé kjaftaði síðasta. Það er alveg mikið að kjafta þið þá í. Þetta já, mjög Vil ég hérna Vil ég taka smá reynsli? Já. Maður sjá Ég er hérna Ok, förum aðeins yfir þetta hérna Hérna, veitu, hvað er þetta? Já, það er nú það krakki hendur ekkert upp 100 kíló. Já, hérna er þetta Ok, við fórum yfir þetta Hérna, eininga tvíbura geta ekki verið með sama fingrafar Hann er að nafni King Mike liði 80 mánuði og sem verið með höfuð að vera með bindi þröngt að minka blóðflæði til heilans 7,5% ef þú þjáist af ablutofóbía og þú hættu að fara í bað. Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi. Sveppir er vinsalast áleiki á pítsu í Bandaríkjunum. Síðan fórum við í Nicolas Cage, hann lítur á sig 2 tennur fyrir atriði. Arnold hundar feikast undir veikinn til þess að fá athygli eigenda sinna. Og Arnold Schwarzenegger var 11 ára þegar hann bekkjaði 100. Já, hann er Mike. Já, þetta með sko bindi, það er reyndar Það er að setja bindi á því og bara blóðflæði til heilans minka. Það er mjög þröngt sko bindi, það er ekki þægilegt sko. Nei, ég veit það er ekki þægilegt, hvað bara minka blóðflæði til heilans að þetta hendur með bindi. 7,5%. Já, þú veist þess að segja, þú setur á þröngt. Ég þarf að fá gisk, Kolberg, hvað heldur þú að sé kjaftaði? Já, sko Þetta er, sko, það er margt, sko. Mér finnst þetta sveppir til þess algjör kjaftaði. Þessi hljómar svo algjör þvæla. Já, algjör þvælengunni, sveppir, vinsalasta. Pepperoni pizza. Já, en á móti kemur kannski að, þú veist, þú getur verið með kannski sveppi og skinku og sveppi og pepperoni, það er alltaf sveppir með. Þannig að spurningu mjög algengt. Já, þannig að það er svona gæti kefið í vægi, sko. Þessi Hani, manni heyrði það á sögöngtjana, veist, mér finnst bara svo ótrúlegt einhvern veginn að getur lifað í 80 mánuði. Já, hún heila sko, það er svona eitthvað dæmi sko.
Bindið Þetta er nefnilega góðar, þetta eru góðar störðlar því að það eru 9 af 10 réttar sko, sem er ótrúlega. Já, ég held að það sé reyndar síðan bara eitthvað sem að þurfa að skoða nána Sko Sko, ég held að það sem sé að kjafta því Sko, ég held að maður sé komin í sko Arnold eða fingraförin sko Arnold og fingraförin Einegja sem ég bara, og þetta er eiginlega hvorugt sem ég veit sko, þetta er eiginlega bara svona úlen-dúlen á það sko þetta Heldur að Nicolas Cage að láta draga þessu 2 tönnur? Ég held að sko, það gera þessi leikarar eitthvað, það getur vel verið einhverjum nýbúin að svelta sig sko 100 Vistu ekki ekkert skrítið að Canary Islands séu nefndur eftir hundi? Nei, það er bara eitthvað, þú veist ég meina, hefur þú séð nöfnin á götunum hérna út í Hafnarfirði En hvað, þú veist Canary, hvað er það? Canary? Canary bird Já, Canary er fuglategund? Já, en það þú sagði sko eftir hundi Þannig að langkunnur kom einhvern hund sem hétt Canary Já Já, er það þannig eða er verið að meina sko hundategund sko, það er svona þú varst ekki með meira það Nei, bara nefndur eftir hundi Og ég held að hann reyndar að hafa verið að give it away núna Með hundin? Richard, nei, með Canary já, með hundin Já, ég ætla að hendi það Að það sé kjaftaði Ég ætla að hendi Arnold Það er engin 11 ára krakki að hendum 100 kíló Mér er alveg sama þannig hýft sig upp úr öllum trjám í Östuríkjur Þetta er skilur hár rétt hjá Tatman Arnold Schwarzenegger var ekki 11 ára þegar hann lyfti 100 kílóm Hann var 15 ára þegar hann gerði það í fyrst skipti Já, ég meina, sónu minn er 11 ára sko Ég veit það það 100 kíló Já, henni satt ekki Arnold Schwarzenegger sko Nei Þetta var vel spottað, því að þetta hefði alveg geta verið vel satt sko með hvað gæinn hefur gert sko Einingjartýparnir, bindið, sveppir og pizzu Sveppir er langvinnsalast áleggið í Bandaríkjum á pizzu Langvinnsalast Það er ótrúlegt Langvinnsalast Það er alveg magna sko Já, ég kalla þetta Og King Mike liði 18 mánuði án höfuðs Ég veit reyndar ekki hvort okkar Mike myndi gera það Nei, það myndi ekki seint slökn á hausnum bara Topp tónlistarstöðin FM 957 Það fyrir nú svona að líða því við fyrir að kveðja en við erum aðeins smá eftir Mér langar rosalega að spyrja ykkur einu og fara í lið sem Auðun Blöndal hefur látið drengina stundu fara í Svo hjá Gift að strepa Já, þetta er oftur í tekið En mér langar að því að þið hafi pottit ekki verið saman í þessu og fengið það sama Nei, Nú að því að það er tómur bátur þá spyr ég Svo hjá Gift að strepa FM 95 blöð 3 ekið Auðun Blöndal, Steinþór Róar, Egill Einarsson Ég ætla að byrja á þér Tett Ég ætla að drepa Egill Já, ég minn eftir þess að keppni á þann Ég verð bara að drepa Egill Ok Hvern myndið þú senda upp í sveit Það er stemming á hún samt sko en ég verð að drepa hann Ok Gilsar er mjög sár núna og Seyðisfirði Já, ég menna, þú veist Gilsar er manni hvað hann heitir og Seyðisfirði núna sko Það geti alveg sagt þér sko Hann veit ekki hvað brúköpun er sko Sko, já, þetta er Þú vilt drepa Gilsar, það er fljótur að Já, mjög fljótur að svara Bara, það eru bara endalaust á ástæðan fyrir því sko Er það? Já, bara drepa hann Ok, hvað átt þú að senda upp í sveit? Já, sko Það er eiginlega helviti góð pæling sko Já Rosalega. Þetta er líka erfitt Þetta eru náttúrulega allt 3 toppmenn Samt sofa hjá eða giftast auðvitað eða Steindi Ég er kannski aðeins og fljótur á mér Já, þú veist Mögulega ætti maður að drepa Steinþór sko Helviti erfitt að giftur honum Ég held að það sé ómögulegt Það er ómögulegt Já, það er svona eitt að En ein góð nótt með yfir að skekkinu getur verið góð Já, það er bara ein nótt sko Það er svona spurning hvort að Giftur, það er alltaf nátt Já En mitt herri já sko Nei, ég drep Ísei Já, það dref Ísei Já, ég meina, ég sko eins og segir, ég hérna Kolparinn í eruleikum með Já, ég bara á erfitt með Þetta vil maður ekki drepa neitt af Nei, segjum bara sendi bíl Þetta er leikur, við erum bara að hafa gaman sko Já, þetta er leikur Þú ert ekki að fara að gera þetta Bókstaflega ekki að fara að drepa Nei, ég myndi hugsaði að það var að keira á Seyðisfjörðu Nei, standa í þessu sko Þú ert líka að hugsa Þeir eru að hugsa, hverjum vil ég vera Mikilvæg spurningin, hverjum vil ég vera giftir Þeir eru giftir einstaklingum Sko, ég held að veri
Sko ég sé fyrir ég er nú að hugsa þetta núna bara svona. Ég nefnilega lærið þennan leik þannig mikilvægasta svarið er hverjum viltu vera giftur. Já, 24/7. Má þú ekki byrja á því eða? Þú mátt byrja á því. Já, sko ég held að þessum þremur sé best að vera giftur Udda. Já, ég er sammála því. Það þarf ekki að sofa hjá Steinda samt sko. Okay. Já, hann er mjög sko, svona af þessu sem hann hefur gefið upp sko, veist, hliðar í brekkunni og svona, veist, það er ekki mikið effort sem hann er að setja í það sko. Nei, sem ég myndi samt bara hent ágætlega. Er það? Þú ert að sofa hjá Steinþóri. Já, ég tala mikið sitaskeinur ég er ekki að biðja Kamasutra bókina með hann sko. ég bara alls ekki, bara Steinþór klára þetta sko. Já, ég er ekki að biðja einhverja marathón meðferð frá steikinu sko. Já, það er kannski ágætt. Ég bara alls ekki þar sko. En þeir eru báðir sammála að giftast blöð. Já, það ekki. Jú, það er langt best sko. Fjárhagslegt öryggi, góðu standi. Já, bara, þú veist, með allt á hreinu bara. Alltaf í standi, Henry Jackson annars lagi, bara gaman. Einmitt, sko, já, akkurat. Það er svona með allt á hreinu einhvern veginn þarna, sko. Þannig að, sko, þetta snýst þá Steinþór eða Gilsaran, sko. Að, sko, ég náttúrulega hef hagsmun af því að í rauninni drepa Gilsaran. Því þá mjög líklega bara erfir frænka mín hann og við getum gert eitthvað skemmtilegt saman. Já, það er frábær punktur sko, þannig að það gæti alveg verið góð lausn. Já, það er rosalegt. Þið sendir báða Gilsaran upp í sveit. Þú hugsar í lausnum. Já, ég er svona þannig. Já, en þetta er samt alveg pæling hér. Leiðilegt, skilur ég, gaman að vera með Gilsaran og svona sko. Já, en við mætum sorgmættir í jarðaförinu og allt sko. Já, alveg bara mjög, en sko eins og segir ég sko ég hugsa Dreftan sko hann sko Steinþór sko hann er, sko eins og ég segi það er á hliðar eitthvað, það er ekki Kamasutra bókin en gaman á honum ég veit ekki sko. Svo fyrir að með á KFC þegar búið. Er það? En ekki að borða það bara á sama tíma eða? Mögulega samt. Já, ég er sko Þið eru sammála allt. Drepa bara Gilsaran. Við erum sammála allt. Já, bara giftist báðu blöð, nótt með Steinþóri, Gilsaran upp í sveit. Já, hann á að skilja líka. Já, hann er það núna, þannig að bara skiljum hann eftir þar. Já, skiljum hann eftir á Seyðisfirði. Á ekki afturkvæmt. Það var mjög sár út í mig núna. Hann jafna sig. Drengir, búið að vera mikill heiður að vera með ykkur í dag. Þetta er búið að fljúa. Helgin er framundan. Ætlið að gera eitthvað á sjómannadaginn og sundaginn? Aftur, ég verð á fótboltamóti. Það er bara öll helgin er undirlögð. Þannig að ég ætla bara að vera í því. Ætlar Kolbarinn að kíkja okkar á skrýtna fiska í bænum? Já, það er alltaf gaman sko. Ég veit ekki alveg hvernig veður hefur alltaf smá áhrif sko. Ég veit ekki alveg. Já, ég getur alveg, mótið búið í hádeginu, henda sér í eitthvað dagskrá. Já, það er gaman að röstum í bænum aðeins og sjómannadaginn. Saka dagskrá í Reykjavík. Já, það er gaman, þannig að klárlega fer með guttan. Gutti minn elskar allt sem að er í sjónum, öll dýr og einhvern veginn og fiska og drasl og dót sko, þannig að ég veit hann hefur mjög gaman að þessu. Og loka spurningin á hann við kveðjum, að því að HM er eftir 6 dag og verðum örugglega ekkert þegar að byrjar. Hvaða lið vinnur HM? Tett, hvaða lið verður heimsmeistari 2026? Spánn vinnur. Spánn? Ég er bara haldið með Brasilíu síðan 82, fyrsta HM sem ég mann eftir. Maður er alltaf með tauga til englendinga. Maður veit að þið færi lang. Mér langar svo að sjá bara hvernig England verður eða verða heimsmeistar. Já, það verður rosalegt. Ég hef bara ekki trú á sem Tuchel. Thomas Tuchel trúð. En ég ætla að henda á Spánverjana. Spain, Kolbari. Þetta er alveg að spyrja með þessu. Já, þú hlýtur ekki að giska á eitt land. Ég veit ekki hvað það er samt alveg típist þín heppna að giska á okkar land og það tekst. Það er bara Marokko og þeir vinna sko. Ég veit ekki hvað lönd er í HM. Það er öll lönd. Já, ég veist að Ítalía var ekki sko. Það var einu sem ég hýrtum sko. Ekki segja Ítalía eða Danmörk, þau eru ekki. Já, má ekki segja það. Nei, einmitt, þá bara hitt. Segðu eitthvað land. Ronaldo, Portugal. Já, takk. Portugal verður heimsmeistari. Hvað segir þú, Richard? Ég segja frakkarnir klára þetta. Mér langar ekki að klára þetta. Ég nenn ekki fyrir okkur. Ég er sammálaði sko. Ég er bara skítrættur yfir þetta. Já, ég nenn ekki. Ég er alls ekki til í það sko. Já, ég er mjög smegur líka. Ég er hrættur að þeir vinna það. Það er rosalega hótt sko. Ég meina, sjá bara sko, þú voru að spila æfingarleik bara, ég veit að Kolbarinn er átt núna sko, þú voru að spila æfingarleik núna bara í gær, gæjarnir sem er á bekknum hérna sko. En þeir töpuðu samt fyrir.
menn er náttúrulega bara menn vil ekki meiða sko. Minn maður Diallo og setti sigurmarkið. Já. Það er bara gæi núna, svona trommuleikari í hausnum á mér, svona api, svona ging Erst þú semst ekki að fara að horfa á eitt leik að háum í sumar? Já, getur líka tilli mig niður með ykkur og, veist. Hann hendi sér í læt og raul með okkur yfir ykkur leik. Já, 100%. FM95 blöð verður ekki lengra í dag. Drengin er að ferðast heim, Steinþór og Auðun. Við sendum þeim bata kveðjur. Þeir verða sennilega búin að jafna svo að miðvikudag 50 og verða mættir hér ferskir og kátir næsta föstudag með Gilsarana sjálfsögðu eftir Seyðisfjarðarævintýrið Jón Gunnar og Ásgeir. Kæra þakki fyrir hjálp mér í dag. Takk. FM 957